29. desember og styttist í áramótin. Blöndaleiti og sitt í mínu sæti eftir smá frí í síðustu viku. Velkomin heim. Takk fyrir það og við erum með fullan bát því að Egill Einarsson fyrirlið þáttarins og Steinþór Hróa Steinþórsson markaðistir leikmaður þáttarins eru hérna líka drengir. Það er gýr í okkur núna. Já, ég Er þetta ekki þrír í gýr? Jó, þetta er þrír í gýr. Það er gott að heyra. Já, Við já, þurfum að já. enda árið with a bang. Að sjálfsögðu. Hérna, við þurfum alltaf að byrja að fara eins yfir Tenerife. Já. Var ekki bara... Það er bara beint í það bara. Já, var þetta ekki þægilegt? Já, Stendur ekkert að grínast, það er bara valla búin að ræða málið í sekundu og beint í skýst. Já, ég meina maður og tökkunum er mættur. Hvað ætlum við ekki að fara yfir það? Já, náðu valla að segja hæ. Hver var með í síðast? Richie og The Cold Father. Já, stóðu þessi ekki bara vel? Jó, Svo kom DNA menn í blökastin. Já, hann var geggjað. og DNA-maðurinn datt inn, þetta er bara alltaf på 10 sko. En hver var, já, Rikki var náttúrulega tökunum. Ég hendi með King of Christmas og... Ég er náttúrulega mestar ágjörð því þegar ég fyrir ellendis bara af því að það tekur mörg ára að læra á takkana. Gamli flokkstöru minn. Sigur og gæru, sáðu trailerin á nýja myndinu hans. Já, Djöfull lítur þetta vel út maður. Já, ég lagt til að sjá hana. Það talaði um hann er Legend, John Jón Gunnar Garn. og eftir honum maður. Já, þetta er tvíhöfðun okkar. Flottu gæjabinna í húsinu með þess. Já, þeir voru að klára, þeir eru greinlega vinnu alls eins og við. Þeir eru að taka vaktinu á Samt axinu. sér þessu núna, nú er fössari. Vinnu halka, er þetta ekki bara vellu vindaður? Já, það er Já, enginn. það er milli jól og nýja og... Það er ekki rauðu dagur? Nei, en það er fólk bókar sér frí á þessum tíma sko. Það er svo eins og hæðina, það er enginn þarna. Vanlega er fólk mökkar þarna á föstudögum, kampaði nokka, það er enginn þarna. Hlustundur okkar vita alveg að það er pottið þáttur. Af því að við erum þetta föstudaginn langa og við höfum þetta ekki verið á aðfangadaga eða jóladag. Það er eina sem við höfum ekki tekið. Já. En við erum búin að tala um það að það verði aldrei frí í blökastinu. Ég er búin að vera í sporthúsinu undanfarið til að með þess bara að útskýra stendur fyrir hvernig svona lífið virkar. Ég er búin að vera undanfarið í vinnunni og ég er eini þjálfarinn í sporthúsinu búin að vera inn nema Hornyville var með eitthvað 1 kuna í gær sko. Já, hann er örugglega ekki Annars er sáttu bara að kalla þetta. Nei, hefur enginn í sporthúsinu svona beðið um að breyta um nöfnunum á sér? Meist allir vera horny Elmar skammaði mig um daginn. Já, ég er ekki Þú veist heilsa. að Elmar, ég sagði um daginn að hann var í graðast einhverstaðar á landsins Já. og mamma sem, hann er frá Akureyri, hringdi í hann sagði að heyrti í útvarpinu að hann var í graðast einhverstaðar á landsins. Hvernig svarar því þegar mamma er hringir í því? Já, guð. Hvernig svarar Ég þessu? hefði ekki gaman því. Ég held mamma að þetta sé, nei, þú veist þú getur, hvað það að segja um mömmuðina og segir bara auðvitað, ég var að heyra að vera í graðast í útvarpsmaður landsins. Þetta er bull. Þetta er bara agal. Já, þetta er bara Egill. Þetta er bara bull. Já, bara Egill að rugla. Það gengur ekki. En tenni var geggjað. Það var Sunshine? Já, hörru, ég fekk geggjað veður. Það var bara fínasta veður allan tíman. Ég var pínu stressaður af því að á spáinu var eitthvað svo góð. Það er bara ekkert að marka sæli spána, Nei. ekki þarna sko. Þannig að þetta var Sunshine bara, og- já, allt upp á 10. Ice cold beer og... Já, lendum í gerkvöld, við varum klukkan 11 á kvöldið og mættu feskur hérna núna, sko. Maður þarf samt ekki beint alltaf sunshine. Það sem maður þarf í það rauninni er er bara... svolítið út með krakkana, sko. Já, reyndar. Hoppa með þá í laugina, sko. Maður þarf að þetta komast í er laugina. Ég lendi eins og ég var á Tenerife, ég man ekki hvenær það var nóv eða eitthvað svona, það var eitthvað haust. Já. Og þá lendi ég á svona, við fórum í einhverja viku og það var ekki hægt að fara í laugina. Það var Nei. bara of köld. Það er viðbjöðu, sko. Já, já. Það var eina sem ég stressaði með við náði. Það var einn dagur þar sem að alltaf þegar ég fór upp úr lauginni þá titruður En nettur eru við í lauginni. þeir. Já. Það veist, ég skammaðist mig þegar ég var En að þá taka getur tetta þú bara að laugin. vera á bakkanum með bjór sirkist lagur. Nei, þeir hengt alltaf í sig með. Það er óþólandi. Enda smá skellur. Já, maður þarf alltaf Finnir bara annars skott alltaf gæði á höndur á með lauginu sko. Já, ég reyndi það. Ég Finn fann einhvern einn annan Mér sköllóttan. erum allir eins sem eru sköldóttir. Það er samt svo. Sköldóttan pappa. Ég er samt smá Skiptir engu svona, máli. ég er smá lauga, það er gaman að vera óni sko. Já, fínt maður. Það er maður upp úr eitt kaldan og Ég fer aldrei honi. Í alvörinni. Ég held ég hef ekki svo farið í sundlaug bara á Tenerife á grín sko. Hvernig, þú er besti baðkall sem ég þekki. Já, ég er bara á bakkanum, slag við þar og ég er ekki onni í lauginu En sko. þú elskar Ég að er vera í blöð. blöytur, þú elskar að vera óni í böðunum og þessu dóti. Já, það er warm. Ég er onni í lauginu allan tíma. tíma. Og þú fara beverage sko. Þannig að- Já, svo ertu bara með galdunum að baka. Já, er þetta góð búndur? Þið er bara kallt í eina sekundu sko og svo er þið bara heitt óni. En svo fattar maður líka þegar maður er að maður, veist, við fórum út 18. des að, veist, Ísland, það er ótrúlegt hvað við nennum svo ár eftir ár bara að fá dagspyrtu þegar þú vaknar og svo er sólin að setjast þarna 7-8 Á eðlilegum tíma. Já, þetta er bara forréttindi þetta er ótrúlegt En svo það- kemur þetta heim, sérðu það er bara myrkur Já, þetta er bara En sko, miður staða. varst eitthvað var við það að heimamaðurinn sé farin að hata túristana? Það var frétt á Íslandi að heimamaðurinn sé búin að fá nóg.
Já. Ég fann ekki fyrir því Það er aldrei hitt heimamann á tenni Það fannst ekkert fyrir því að lókallin var orðið þreyttur á ykkur. Það er bara svona svip á Ísland. Já. Muni ekki þegar það voru 2 milljónir af einhverjum túristum hérna og Íslendingar byrjar að töða yfir þessu, veist, það er vilja allir túristum. Já, Allir að skýti í móan Annars og væri tenni in the shader Það væri ekki túristar þarna sko Já. Ég held líka að þetta sé svolítið Brettin er ekkert svo þægilegast þarna sko. Það er kræfendi Já, það var einn bresk fjölskylda þarna sem að ég held að gaurinn ætlaði bara að skalla annan mann í liftinu þú vorum að fara upp Já. Af því að Þetta hann á var- hótel Já, hann var eitthvað töð í honum úst, við vorum búin að hitta hann, þetta var gaur Já. sem held með Chelsea og var að synda í laugina sem við vorum af því að það var svona, líka svona fullónislaug fyrir ofan hann var eitthvað að fýblast í tetta og virkaði sem bara geggjaði náungi held með Chelsea og við sögum nú þekki einn á Chelsea sem var Eiður og hann talaði mjög fallega um hann bara geggjaði náungi nema það, svo bara kvöldi eftir þá hittu hann í liftinu og hann bara illa feskur svo kemur eitthvað gaurinn í liftuna og er að töði við hans í að drekka fyrir fram hann badni sitt ég held hann ætlaði bara í hann Já, ég skil og þá var ég bara herra ok, hann sá maður aðra En hlið betur og hver var að frá hvaða landi var svo sem töða, veistu það? ekki hugmynd sko en við lendum Nei. líka í því að við vorum að labba upp á hótel og veist klokkan 11 þá opnaði gaurinn sem var í herbygginu móti okkur og bara, herru, we have children here sleeping ég bara svona, yeah, we have children here og það var engin mölvar, þetta var bara læti í strákunum Til svo mikið leðlið, sko þetta er ekki hægt En sko, já, mist Sko, er ekki Bretinn, hann er alltaf til í góða fistfight Já, ég bara á hugsaði miðvikudegi Já, klukkan 3 ekki þú vera að skipta þér að því þó að eitthvað fái sér eitt bjór með börnunum sínum á fokkin Tenerife nei, hann var að töði því að hann var að drekka fyrir fram á badni Já, ná, með börnunum sínum nei, badni, gaurinn sem töðaði Já. hann var að tala um að bara, I have children here I have children here Já, hann var Veitu, var ekki að meina hann var ekki að skammast Var hann ekki að skjóta hann fyrir að drekka hann börni sín nei Veitu, var hann með eitthvað 30 ára bad sem var bara Já, hann var með eitthvað tvörböðn, ég veit ekki á hvað Hann var að drekka bjór fyrir fram Já, í liftunni Já, hann er átt að lemja hann að gæja Það er ógeðslega skrítið, þú veist, þú ert á sólastöðum, það er allir í fríi, það er allir bara í sínu fríi að gera sína hluti og svo ertu bara í einhver liftu og pæli að vera bara með krakkanum og horfa á okkur gæja sem heldur á bjór bara hefur afsækið hérna Ég er með börnin með krakkar þetta sko, getur þú falið bjórin Krakkarnir haldan sér eplasvali sko Það var svo Þau lifið þetta alveg af, sko. A-krakkar með ekki sjá bjór Ég er með 2 svona sögur, ég var hann í 10 daga að einn gaurinn að opna, klukkan var ekki orðin 11 Þegar við erum að fara með strákunum upp á herbyggja hann opnaði beint á móti bara og kvartar bara herðu, I have children sleeping inside ég var bara svona, úst, við vorum ekki að mæta þarna í einhverju Manchesterferð þar sem við vorum allir ógeðslegir og læti hann var að kvarta undan strákunum mín Þá máttu bara segja hann þeia yes, ég sagði það Semi, óbeint skona Svo bara lent á leður og liði Ég hef ekki lent á leður og liði ennþá þarna Nei. Það skilur, bara maður, þetta er bara Það er hálfvitar allstaðar, skil, í þessum heimi Auðvitað, það er bara Íslandi líka og ég get lofa því að þessi gaur, hann er kannski ekki með útvarsátt að segja fullt af fólki þetta, hann hefur potið komið heim og sagt gaurinn á móti, maður sá var fokking sköllóttur og leðluð komandi að það með börni sem klukkan hálf 11 bara vel í því öruglega sjálfur maður þrútin af drikki og ógeðsluður þannig að hann er, þú veist, hún fannst ég leðluður og mér fannst hann Já, leðluður ég er með þeir í þessu Já, ég var ekki bara rétt hjá okkur báðum Jú, Það veist, ég með þetta bara ekki eða út á tenni með krakkan Já, þetta er eitt og nótt Það er bara ekkert rétt að sjá þessu Nei, gæja ég meina, þú veist, málega er að þú ert á tenni þú ert að fara út að borða svona 8-9 Hæ, mamma. Þú veist, þú ert búin að fara þú fyrst ert að fara bara herbyggja og sturta alla og vesenast og koma öllum út hálf 11 er ekki seint Nei, nei hún hefur verið svona, svo ég sé ekki að ljó hún hefur verið svona kortir í 11 Ekki það, alls ekki svo bara hérna var það síam sparka á aðfangadag Já, Það er rosalega Besti það aðfangadag var síðan. skrítið já, þetta var Hendur bara þeir í einhverjar bautir já, ég fór í helling maður Fórst í hérna þessa bröttu já, nei, ég fór ekki í brautu en fór í, sko, yfir bara besta brautin þarna er Volcano og Dragon. já, Volcano er fín Dragon er öruglega skemmtilegasta rennubraut í heim Við 4 saman í já, svo fyrir lengst upp og aftur og eitthvað svona allt í rugli þannig að þetta var bara geggja ég hvet fólk til að prófa þetta einhvern veginn á aðfangadag Ég var stendur sem hann í Jan já, Við félagarnir það er þannig Er þetta ekki besti sundlögarður líka í heimi? best í Evrópu Já, hann er búin að fá velun, jú, í Evrópu Allavega Þannig að En fórst í Monkey Park? nei, ég skil ekki hvernig þið nenni því alltaf ég nefndi ekki að fara með strákana skoða eitthvað apa Þegar þú segir þið, sko, ertu ekki að tala bara eiginlega Þú veist að næri slutum alltaf það sem gefur að borða Út ekki við skjálböku að borða þarna
Og það er apar sem borða Reynda þú segir að það myndi Teddi elska þetta sko Já, sko, Rikki G elskaði þetta. krakkandir er alltaf gaman að gefa Þeir eru ykkur svipaður þroska. Það gefa nagrisum og svona En þessi garður, hann er disaster Neða góða við hann Þú Já, ert það- að því svona korter Þú lappar í gett, gefur upp og gefur nokkum high five sem þú bara farin Sko, ég hef aldrei séð apa gráta Nema þegar ég fór þanga Hvað var bara api? Þeir bara grétu Hefðu nú bara borðað. Þeir leði svo illa á það Er það mál? Auðvitað Nei, þeir þekki ekkert annað Stenþór og það var einn árið sko taugaviklaður hann var einn í búri bavíani að tjúllast Þarna mistur við og lemmi allt Ég og trúi þér aðeins með að vera nei þetta er já Það var þetta engin er apar að grænja þetta sko þú ferð þið líður ekki vel þú ferð út en jú það var gaman Mér líður alltaf krakkandi mjög vel í gaman ferð að gefa einhverju Ég bara fara svona 20 skjálpur sinni með það gar sko Og líður ekki alltaf fýtt bara Ég fara alltaf hann, ég er janúar dáin Það er engin fara krókudíll oftar í Monkey Park en ég, ekki neitt ég veit það þeir langar að vinna þarna það er á bucket list Ég Það er að bakillistanum maður Ég elska að fara það í gegn, þú veist, pingu lílgarður Við verðum að fara að taka það upp maður Þú takir eina vakt á mann já kannski bjarga bara upp honum í leið Fyrst var þetta að vinna í viku þar, svo mingu þetta í einn dag Getur við skrúa þetta niður í kannski svona 2-3 klukkutíma Nei, ég vil sjá þau vera hann heilan dag Heilan Ég- dag? Já, Við förum eitthvað að fáum okkur drikka með hann og komum svo aftur og kíkja með Já, hann þrífa Ég veit skjaldbökuna. ekki hvað ég á að gera, það er ekkert mikið að gera Þú þarft að skóla skélina á skjálpugunni og fylla á matinn Heimist og... þú líka þurfa að þerra tárin og öpunum Já. Það er allir grenjandi þegar Já, þú þarft bara basically að sleppa Eru þessum þeir öpum gráta þarna, pappa bara sleppa Nei, þeim út þetta er skjálbróstið þið er hann sko. Nei, það er engin Það bós er nóg að geta og elska að vera hann sko. Nei, Bara í hita og ég held bara ekki veistlega verið apa að vera sko. Veitu, þú er fara á eitthvað skrýndu degist þetta Ég bara, þegar ég var það sko ég var smá orðlaus bara Ég fannst þetta bara alveg Það er aðeins þungski eða hjá Steinþórinan daginn Það sko. var ekki þungski á mér, það var þungski á öpunum Þú veist, þegar þú sást allir grenjandi apa þau eru allir skjálbrósandi grenjandi og hlátriðan Fólk lappar í gegn með mat og þeir geta matinn og svo hlaupaður þú og má- nei, nei, nei. glöðustu apar sem ég sé Egil, þú veist alveg að þú mátt ekki að lappa með öpunum að þeir eru hættulegir Þú mátt ekki gefa þeim að borða, þeir eru inn í glerbúrum Þeir eru að stærði hálfan kött þessir apar hana Nei, Hvað er apa þú það að er tala með? bara, það var jefnstór og ég einn apinn að það og hann var í inn sama í- garðinn? Já, Já, Monkey Park hann var- Þú fer ekki inn í það búr sko Nei, hann var inn í glerbúri, taugaviklaður og bara leita ekki vel út, vægast það Þetta ekki vel út Nei, Það er svona krútlega dýr að þau getur verið mikla hættulega en þú heldur Já. Gleym ekki og Sveppi tókum upp í húsdýragarðinum ekkert mann að það var áskorinn að hoppa hún í selalögina Við lendum ekki að fá leiði að því við vorum á einhverju hraðferð Já. Fórum bara með kameruna, hoppum bein báður onni Ég hef bara aldrei sem mann bilast jafn mikið og þegar hann kom bara, þá var þetta við stór hættulegt því að þeir býta svo fast selinni sko. Ég menna var Hann vildi meina við að hann bara verið lífsættu Var þetta Sea Lion? eða? Nei, bara þetta var hérna í húsdýragarðinum Já, ég menna er það með Sea Lion þar það? Ég meina þú veist, þú fokkar tekið þetta dreipi blöðana bara til þú þægilega sko Er Nei, það það? var- Stelur? Drep fyndið þú eru dreipin að sel sko Já, þá sæti ég ekki þetta núna Nei, veit Sko, En það hefur verið gott comedy Mál er að Já, rosalega juniorin er hrættu við hellinga hlutum en ekki sel Nei, ég held þetta væri bara Ég- Ég held að aðal áskorun væri að því að vatni var svo kallt bara krútlegi selir, ég meina hvað ok, ef hann hefði bitið aðeins í bakið einu sinni, Við vorum vist í lífsættu þarna ég meina hvað mynda bara býta að þau smetti eða? Já Sel? Sel á staði, já Þeir eru ekki með stóran munn Þeir eru bara með vennjum Þeir eru Ég með meina, munni þú sem veist, við ekki hefur heitt Sea Lion Þú veist, í Íslandi er þetta selur Svenska orðið er Sea Lion Já, þeir eru Hljómar ekki aðeins meira skeri Sjóljó Já, það er allt Þú annað veist, dæmi. Við erum búin að búa til eitthvað krúklegt nafnið yfir þetta Selur Sea Lion er bara Þetta er annað Sea dýr Lion Veistu hvað líka, eins og bara selunni Snorri er ekkert að hjálpa Hann er friendly Þannig að maður heldur Já, að það ég sé meina- bara illa vinaleg dýr Nei, sko Nei, veist það bálega, þessi kveikiti, þau gleipa bara mörgæsir, gleipa Sko, ef minni er ekki að svíka mig Þá strauk Snorri Hann fannst bara í Laugadal Hæ? Hann fór upp úr lauginni Og var bara einhver stað í einhverju íbúðakverfi Teiknimynd stendur Það er Snorri sem Það er selur sem heitir þetta líka í garðinum Það verður rosalega ef að selur við dreipi blöðar sko. Já, eða sveppa Og hvort hann hafi ekki bara verið jétin síðan Já, Veitu hvað þið farið Þetta var frekar í alltaf- þig eða sveppa? já, góð spurning sko Það er bara hvernig steik vilja þér T-bone eða fylli Þú ert blöð fetu lítil steik sko. Já, Mjög fetu lítil Ég sagði þetta brosandi Blöð, feitur lítur steik sko en herbítu Já, bara búin að tala með, hvernig voru jólun í ykkur? Var ekki alltaf bara því? Jú, þau eru frábæri Það byrjaði þetta bara klokkan 12 í einu kvöldum Það er bara hár rétt hjá þér Já. Nei, 12 Það er bara að skrúa þetta upp um klukkutíma Þetta var alltaf Ég 12 held að gaman að þetta var 11 Já, Þetta var endaði samt þetta alltaf illa ekkert um að síðast Þetta byrja, Nei, þetta Nei. bara enda, hefur alltaf enda bara mjög vel Og hérna, fenguðu alveg gjafir Ég náttúrulega fekk enga gjafir núna eiginlega ég fikk PlayStation VR frá konni og rosalegt. krökkunum Þannig að ég- Þú setur á því draslið hann á Já, ég basically var bara að spila bara í ykkur zombie-leiki og þetta er svakalegt sko. Þetta gekk ekki Pleist, græja bara tengjum þetta bara í PlayStation Já, bara PlayStation Þetta er ekki til að horta okkur rassa þetta með þetta koncept þar okkur
Rassa þætti Já, þú Þú veist- getur hort á sjónvarp með Já, þessu þetta er svona- betur. þetta er þrívídda- Nei, ég held sé bara Konceptið ekki, þú Nei, veist. já, þú getur ekki verið í rassa þáttum Þeir eru náttúrulega alltaf konið fyrst að Ég er vinna, ekki sko. því, margir mínum bestu félögum eru tala mikið um það Ég er bara þessi- Sniðut upp á það að gera Sá bransi sem að þú ert að tala um, hann er alltaf komin fyrstur inn í allt. Já. Það er bara fræg saga, ástæðan fyrir Vaffa S-ið Það eru örugglega einhver önnur vann gleru fyrir eitthvað betan var að því að þessi bransi fór inn í Vaffa S-ið. Já, en svo bara var þetta, þú veist, það voru allir mættir Það var bara Tengdó og það var svolítið gaman, sko Þetta eru fóreldrar mínir og Tengdó og öll sískinni báðum eigin og það var bara allir Já, ég sá það á myndinni það, leysa hópur. voru 16 manns Hvernig byrjar áramóta mökkið? Þú veist að það fókut að vera 11 þá vildur það vera 7-30 morgun Er tenging bara frá 30. Sko, málega áramótin hjá Jún hafi ekki verið plönu síðan að var bara í Gag og Mós, sko þegar maður var bara að fara á bakvið snælandi, sko Alveg, ég er jafn spenntur fyrir, ég er eiginlega meira spenntur fyrir gamla heldur en aðfang. Er það? Gamlás er alveg ríkalug dag Nei. Gamlás, þú veist ekki ríkalug, hann er frábær En Þá mæta allir í svona aðeins fínni fötum og vera að Sprengir eitthvað spila. drasl. Já, ég hef ekki verið mökkaðar og gamlás bara síðan ég var held ég bara úlingur sko, Tengdó buðist til að taka strákan á gamlas núna, þannig að það er hættulegt. Já, ok. Góða við það, þú brennu. Steindi verður allan að þá bara í stoppstandi á 9 klukkan 3 þegar við erum með 9 bingo þegar þú ert ekki að fara hérna þú eru bara rólegur hann að gamla Nei, það koma Þú voru nýr þarna það bara eru í bingo. nei, það eru gestir og skaupið og sprengja og spila og svona Tveir, þrír kaldir Þrýr. þá ekki sprengja eitthvað draslu upp eða? Jú, En En það var að vestla það. en drengi Sprengja sem mest upp Já, verður ekki nýárs. 2024, verður það ekki bara geggjað ár? Jú, við þurfum að fara aðeins Ég held yfir að frábært Þetta er síðast þáttun árna, það var líka skrítið að sitja hérna og segja að 2024 verður lélegt ár. Já, síðustu 2 er búin að sökk Er það? Ég er bara búin að eiga. Er það? Já, ég Ég er búin að skrá þetta niður Þetta skal finna skalið Apa skýtur undanfarið skalið mitt Viltu að ég lesi það? Ég er samt sammála blöð, mér varst sko Kubitur COVID Hvernig var það hefur ekki verið síðan Slakið bara á 2020. Var Nú COVID í hefst fyrra? lestur hjá mér Þegar þú haldið bara, er ekki bara fína ár Ekki bara síðustu 2 ár verið frábær Ok, byrða þess Nú hefst, ég er að dokumenta allan apaskýt sem er í gangi í heiminum Af hverju eiginlega? En það er alltaf í gangi. Já, nei, þetta er Hvað óverið heldur að 2024 verður það bara Já, sko, ekkert stríð ára og ekki- undan var bara ekki neitt, skilur Það bara, Jú, það var COVID. já, þetta er inn í þessu Það er inn í, ok, nú hefst lestur Ok, þetta er sett apaskýtur undanfarið skjalið mitt sem ég er að dokumenta COVID heimsfaraldur Stríð, Úkraina, Rússland Verðbólga, verkfall Verkbann, Silicon Valley Bank 0, Signature Bank 0 Aliens, Credit Suisse 0 Vestmann Hægisir fær ekki FDA approval Stríð nr. 2, Ísrael-Palestína Potential World War 3 Margin Call, Marilfæðgar Eldgós í Grindavík And counting Marta þessu þarna bara tengist brefur. Þú veist, þetta var bara ekki svo fjármálahot Þetta er apaskítur ég er að ég er málega Já, ok, herru. sko, Flæði lát fyrir þig, þetta er apaskít skalið mitt Já. er growing Herru, ég ætla að segja reitt Egil, að sko, þú veist að heilinir Það vissi ekki sem við komast að tala. Þú gæti lendi að vera, heilina getur verið eins og götóttur ostur eftir bara 50 ef þú skrifar allt sem þú hugsa niður. Þú átt líka hérna að þjálfa þennan vöðva sem er Ég heili. mun allan hann apaskít Þú dokumenta Getur ekki muna þessi stríð og eldgós? Alla þennan apaskít þarna sem ég taldi upp Ok, maður spyrir hennu, hvað moment var það þú varst heima hjá þér og bara, herru, ég var að horfa okkur að myndastu mín eitthvað, nei, býtu, ég ætla að setjast niður, opna tölvuna og ég ætla að skrifa niður allan apaskít sem ég mann Þetta er óvunni mikill apaskítur þess að skrifa þetta niður En eins og þegar þú horfur á mynd, segjum að fara heim í kvöld og horfur á bíómynd, dokumentur það, þannig að næstur þú horfur á bíómynd bara svona, ég tók þessa síðast. Nei, ég veist ok, ekki að voru á gerðu bíómynd það. en ég er ekki rugglaður sko Nei, en svo náttúrulega getur aldrei hort á bíómynd eftir þáttinn þegar hann er búinn 6 og þú fann að sofa 8. Endur skrifaru handritið af bíómyndinu, niður tölvu Nei En þetta er bara gaman að dokumenta Þetta er bara óvunni mikið af apaskít Já, Og nú já. er að fara að bætast við Kína en í Taiwan og World War 3 og allt þetta Býttu, voru ekki að tala um að 2024 er gott ár, þetta er jákvæð. Jó, ég er mjög jákvæð með þetta sko. Við finnst þú að spá alveg hræðilegu ári Ég held að þetta Þriðja reddist heimstyrjaldinni bara Ég held að þetta reddist bara einhvern veginn að þetta de-escalates og 2004 verði besta ár sem við bara hengjum og bara Til í það. since beginning of time En við ætlum allavega að gera okkur besta og leggja okkur að mörgum og starta nýju ári á nýjásta með bingo, drengir. Já, og það er svona sem ber hæst hjá okkur svona á næstunni því að það byrja klokkan 3 á nýjástagur eru á mánudaginn Já. og veist, hvað er skemmtilega að vakna bara með fjölskyldinu og fara í bingo. Þessi dagur er alltaf verið glataður. Og við leiðum Það lokast. Við vorum að spá hvena var besti tíminn Ég setti bara á Instagram leið fólk að kjósa og 15.0 var þið fyrir valinu þannig að þú bara vaknar
Nærri eitt light, gerir allt klárt, klón 3, sænar inn, bingo. Það ruslar öllum í sófan í náttúrunum. Og sko vinningarnir eru yfir 1 milljón. Eru þið tilbúinir? Ég ætla að lesa það hérna bara mjög hratt. Takk. Það er 100 áskonu frá Icelandair, gjafabrif frá Icelandair upp á 100 áskonu. 135.000 króna leikjatölva og over-ear Bose headphone frá Origo. 150 króna gjafabrif í tattu frá Gísla Þórsinni á lifandi list. Takk. Við erum með áskort í luxushallin frá Sambíónum. Við erum með úlpu frá 66 gráða norður. Við erum með gjafabrif frá Hótel Kalda, gisting fyrir 2 í eina nótt á Hótel Kalda með morgunverði og bjórbað fyrir 2 í bjórböðunum. Við erum með áspyrðir af Light eða Pepsi Max. Það er rosalega. Það er eftir hvort þessi komið aldur En þú fyllir betta og elskar máttu velja bæði? Nei, þetta er ef þú ert ekki komið aldur þá er það Pepsi Max. 100 áskona gjafabrif frá Netto í Netto appin. Það er rosalegt. Við erum með PlayStation 5 Slim. Já, það er glæni í útgáfa af tölvunni, hún er geggjuð. Fyrir lítið fyrir, hún er slim. Hún er Turbo Doll núna. Hver geta að fá hana? Þetta er Turbo Man Doll. Og svo erum við með já, ég er ekki eins og búin að telja allt upp hérna. Þetta er rosalega. Við erum með 2 árskort í sporthúsinu, gullkort og það er verðmæti 260.000 krónur. Já. Svo verða svona vinningar sem fylgja með öllum vinningum eins og það verður stöð 2, það er áskipt á Overtune og það er alls konar stemning með. Svona litli vinningar, eða svona, já, sem eru með, þekkjum þetta aðeins. Þannig að sænið ykkur inn á fn95blöð.is, gerist áskrifundur að blöðkastinu og þá eru þið komin í pottin. En 9 dagur, 1 light bjór, kveiki á sónabunnu, spila bingo. Sko það er hægt að ná í bingospjöldin núna, ef þú nennir ekki að pæla í þessu, þá er það bara komin með þig. Já, minga trafík. Sko fólk er byrjað að sækja spjöldin. Við höfum einunni að senda okkur að það eru dedicated bingofans búnir að sækja spjöldin. Já, það gerist allt inn á fn95blöð.is. Og áskriftin kostar drengir 1390 sem er 1/3 af bjór á krana á pub. Já, þetta átti að vera 1 bjór. Við ættum alltaf að hafa þetta þannig að áskriftin af blöðkastunum væri 1 bjór. En ég fór á Nordic-daginn og fekk 400 ml bjór og borga 800 kall sko. Já, þetta er ótrúlega bjór. Það var heldur dýr bjór. Herra, nú ætlum við að fara yfir þáttinn. Við erum með spurningkeppni Gilsarans. Hvað er á að tala um? Sko, þetta síðast þáttur ásins. Já, og ég er bara forvitin að vita hver átti betra ár, Stonefucker eða The Blondale. Já, fíla, við erum með klefa. Ég fór fyrir í dag og hringdi í Rikka G þar sem ég var aðeins að stríða honum með klósetti sem var átt á tenni og ég hafði mjög gaman að í gruna að fólk hafi gaman að líka. Hvað staður var? Mástu hvað staður heiti sem þetta klósett var á? The Bank. Þetta er mjög fyndið. The Bank. Af því að ég lappa. Akkur ég aldrei fari, ég er King Tenni, akkur ég aldrei fari á The fucking Bank. Þetta er nýtt steikhús. Yes. Og bara svo í hrósi, það er ekki bara geggja klósett um það, steikundum er í ruglinu. Þetta var samt svo fyndið, ég er á aðfangadag. Og fyrir fólk sem veit ekkert hvað ég er að tala um að þá setti Rikki G ár koni 2-3 í hann setti á Instagrami sitt hann að það væri að lappinu flottasta klósett sem hann hefur séð á æfisinni. Hann vildi borða þar. Já, sagði bara, hann vildi helst fá borðið bara þarna inn því hann aldrei sé svona. Og okkur fannst þetta skemmtilegt strákunum og við strítum honum aðeins í blöðkastinu. En svo er ég bara á aðfangadag ég vissi ekki að það hefði verið þannig. Ég fyrir bara nýbúin að panta með steikinu eitthvað, þá er að pissa, sé klósett, ég bara, þetta er pottitt klósett sem Rikki var að tala um. Þannig að við tökum það eins í góð steik, og þetta er á amerísku. Já, hún er í ruglinu. Og þetta er yfir þetta að fara alveg upp í La Caleta eða dekkarlega að fá góða steikur en þarna tökur bara góða málum. Já, þetta var ekki, ríkilega gott. Svo erum við með sturla staðarendir. Hvað er lagið, hvað er þú með Jón? Hörru, ég ætla að henda ykkur í kortmyndur frekar þetta. Kortmyndur frekar, þannig að það er bara nóg um að vera. Og eigum við ekki að opna þetta á lagi ásins. Það er þetta svona síðasti þátturinn árinu. Herru, ætlum við ekki að vera með ásins og eftir? Jú, herru, svo ætlum við að ræða það. Já, við ætlum maður ásins, jafnvel og eitthvað. Já, og sko tónlistamæður ásins og viðskiptamæður ásins. En það ekki, gefum nokkuð velun. Þó við erum ekki búin að hugsa þetta mikið félagarnir ef við hendum þessu upp. Við þurfum ekki að hugsa þetta. Við bara, hvað segir maður, kostum þetta milli. Þetta verður á eftir. Já, en hvað er ykkar mati lag ásins? Ég myndi halda að vera Skína. Já, ég hugsaði það, en við þurfum að spila Skína eftir. Því að það eru, svo er þetta hérna lag líka, Egill. Myndir ekki segja að Tja-Tja-Tja var eitt af lögum ásins? Það er ekkert aðeins gott líka, sko. Ég segi Tja-Tja og Skína á par hérna, sko. Var það í árið? Já, það var í mæ. Já, ég með fastið svo að það var í fyrra. Nei, þá bara núna í ár. Ok. Veist að Eurovision er í mæ? Já, ég veit það alveg, það var fínt lag. Þannig ætla að byrja á Tja-Tja-Tja, svo spilum við Skína á eftir. Er það ekki? Já, þetta er eitt af lögum ásins. Takk. Það er fyrir að hlusta FN95 blöð hér á FN957 og já, ég var FN95 blöð. Síðasta þátt ásins hér á FN95 blöð. Loka enninu árinu. Myndu þið vilja taka átt í Eurovision einn daginn? Ég er búin að erinda þar en Já, þú ert búin að Freyr kom að þetta niðurlaðinni í smálindinni og Já, Steindi var eiginlega það er sko
Hæ, var ég? Já, þú vorst að spyrja, myndi ekkert maður vilja taka átt í Eurovision með mann sem hefur gert ég það bara- Eftir idiot eða? Ég Myndu bara- segja að vera fucking idiot Það er heldur ljótt Mittatur í Íslandi Mestarklub næstu því fór út sko Ég bara glemdi þessu Nei, einu Serbi. sekundu Sem finnum að það, við þurfum að Nei, ég held ekki Nei, En þú? nei Hörðu, Money Sim var að senda á mig Móla Já, Alltaf gott að menn hlusta maður fæði móla það er Já. toppmaður á ferð Hann var að hlusta á Sels spjallið okkar á hann Já, Það sagði, selir og hvalir borða meira fiski en við veiðum við landið kvótaþjófar Direct quote Money Sim kvóta þjófar En sko, koma Þannig að ég elska að fá móla En þú voru að senda á móti núna á Simma og spyrja hvort að selur geti hver myndi, hérna, þú veist, getur selur bara að dreipa okkur skilur? Já, þú getur líka 100%. googla það og það við vitum að hann getur það Þú ættir ekki Simmi sé eitthvað Þú ættir ekki breykið sel Ekki á landi, Sko, þú getur kannski lamið sel mögulega á landi Í hringnum kannski, það er your specialty sko. takk hérlega Það er bara í Octagon Já, veist, það stendir öfluð þar sko í gólunu En ekki í sjónum Nei, Það ættir ekki breykt þar Við erum allir líka hræðilegi sundmenn ég held Þetta förðu góður sundmaður Já, Ég? fór því sundmenni á rótið Nei, ég held Ég ekki kann ekki að synda, sko. Ef að því að þið fyrir saman í sundmenni Já, fóru bara í árbæðulegina Má ekki fá sér bjóri eða neitt Byrjar Halli Þetta kemur ítla út fyrir þig Ég reyndi að segja þetta Já, þú veist, ég er Þú viljir ekki ekki fyrir sunda, þú mögur ekki köpa bjór Jó, Ég er bara hræð, ég það meina- hljómar eins og að því ég er ofta að stríða þér og sétt blöytur Já, já. Ég fer auðvitað í sund bara með krökkunum En mér finnst sko ég myndi aldrei fara bara eitt sem fullori maður í sund Ég fer bara með grísleikunum í Það er sund fullt af fólki sem gera það Ég veit það, elska og það er bara En þegar þú verður það er gamal- gott að einhver gera Þegar það þú eru gamalmenni, þú eru alltaf í sundi að töða Það er í heitabóttunum töðar 2-3 tíma fyrir svo heim Já, geta alveg En það verið verður skrítið ef þið farið tveir saman í sund Já, leiða, þú veist, ef það kemur þjónustar á Hittast í bakkan sund? Þú veist, ég er Bara svo vitræðil Það er fullt af fólki sem er með þess að hlusta sem gera það Þeir eru alltaf sundleganar að vakna og fara að servera beer Þið eru Áður en að Skylagún og Skóaböðun Það er og ekki Blá talað um Lóni niður. pakkar þessu lið Það hugsa ekki mannað en bjór Ok, tökum bjórna þessu út Já. Bara verður samt með kaffeterju á bakkanu svo getur komist í aðeins að fara þurrkaðir og getur bara verið með arband ekki þurft að ná í veski og svona Sundleganar er að fara deg út Það er ekki Steindi bara vill ekki fyrir sund af því að má ekki drekka bjórðar og veipa Þetta verður bara skólasund eða people over Nei, 85 það var að vera minka oppunatíman á kvöldin Það var allt vittlust Já. Það er engin sundlegur rekin með hagnaði Jú, Nei, nei Takk fyrir hennar móla, Bláa Lóni er ekki með hagnaði sko Já, engin Veist akkur sundlegur það er fucking beer þar sko Já, ég er að segja það er engin sundlegur Þetta er ekki flókið sko Þetta er allt bara En hvernig getur þið setið hérna og sagt það er engin sundlegur reiki magnaði? Hvernig veistu það? Af því Af því að ískalt vatnið Sko, og Já, ég bara spyr þig, hvernig veistu það? ég þarf ekki að vera hagfræðingur Nei, það er engin hagfræðingur sem Ok, veit það. það er Mér finnst það svona frábær hagfræðingur. 300 tonn lítra heitu vatni að það Og þú Nú borgar er það bara einhver að senda okkur sem Það er ekki nógu heitt, það er ískalt Nei, ok, Það er það- sundlega séu regnað með Nei, hagnaði ég er að segja, ok, það er ekki einhver jarðhitti Það er verið að dæla þessu vatni inn og það er sko, þú rukkar einhvern 500 kall á kunna alltaf að mæta hann inn og þú getur ekki selt kunnun neitt Þið fara bara onni í vatn meina, Reynda þú að segja það, bíónu reikinu hagnaði, það er út á sjoppin Já, ég meina, þú Ég held að sé engin, jú, þú getur keft í ís og Nei, eitthvað. bara kaffi til það, þú mæti bara getur fengið eina Já. baguette eða eina kókomjólk Já, sko, bara, ég- þarf ekki að vera, þú veist bara, ég þarf ekki bjórin Það er svona 10 ári að sundlegur Ísland bara game over Nei ég, Það er að böðin er að vera bara að pakka það saman minna, Það er ekki 3-4 ár sundlegur, ef við farið í böðin að sundi Byrja þess að vera í böðin sko leið og eitthvað þessu böðum mæti með badnahotn þá er þetta game over fyrir löðanar En hvað Það hérna er allir að mæta um badna er bara Það er að fara rennibraut. núna í böðin með strákunum Nei, þetta er megin sem fyrir Skylagún Hvert ætti ég að fara þá? Þeir með að fara í lónið, þeir með að fara í Já. skóaböðin Það er líka bara veist, Lónið alltaf þarf að vera Ég elska lónið, en það er aðeins svo ódýrar í sund heldur en til lónið, Skylagún Ég veit þér að hlusta Það er að hísja upp sig núna Nú, Ekki nóma þessu pínliti bjórglusana Það er ekki með koktelbóri sem skóaböðin er með Og að börn undir 12 ára með ekki mæta já Þetta er eitthvað rugglega þetta liða Nei, ég minna, Þess akkur að fyrir ekki lóni getur bara með krakka með kútana Og þú bara með cold refreshing beverage Það er ekkert vesen sko Nei, bara vera með krakka og 2-3 flottar rennibrautir Ákveð bannaði börn Skylagún hata börn Nei Það er ekki mér að gera Það sko er eitthvað rugg Ok, það er kannski- náttúrulega- Það er að taka þetta tilbaka Það er eðlilega Það er gert ekki endur af því að- Hana með þessa Nei, fulleringu það er eðlilega gert af því að túristinn mætir og nennir ekki Það er grenjandi þetta góður börnum. punktur. Þú veist, þú vilt Ég bara meina að slaka á. túristi mætir í bláa lóni Það eru kids það sant Ég veit að þú veist, þetta er svona Ef þú grónu átt ekki bann, þá er þetta helviti góður Vert frekar með reglu Óþólandi börn með ekki frá henni Já, það er bara svolítið erfitt af því að, veist, hvaða bann er óþólandi Ok, við getum orðað þetta þannig að því að nú er komið svo mikið af þessu jarðböðum að þau eru öll orðin eins og það fer að vera slæmt
Það er enginn á þessu böðum með Ég reynast segi fyrsta fjölskyldu jarðböðin, það mun verða KSK. Þannig að fjölskyldu geta mætt í jarðböð. Rennubrautóni og... Já, bara jarðböð fyrir fullorðna. Barnapössun er góð hugmynd, sem að skælögun fer þangað og þau hata börn þar, fyrir ekki á sig, gæsum hata börn. Ok, segjum við bara með Þetta er alveg helviti gróft, Ég er að Steinþór, skít, ég er að slá leta strengi hérna. Ég segi, segjum við skælögun og það er barnapössun frammi. Og svo bara ef krakkið með vesinn og komið á bakkan, hörðu Já, ertu að tala um það, ég held að vera að tala um barnapössun og... Nei, ég er bara að tala um, bara frammi og sem bara, auðvitað hérna, Teddy að skeiti í sig og Það gengur ekkert, það gengur ekkert, heldur að krakkir myndi vilja sjá með ömmu svona pappa fara í sundlaug og þau með ekki fara með og eru bara okkur að ruggu hægt inni. Ég held að vera að tala um barnapössun og... Ég til í bæði. Ég myndi vilja sjá Tedda, ég var að labba hún en ekki hann. Það var ég hressandi. Hann veit ekki hvað það fara að gera, þetta er bara eitthvað andir og svo var hann komið babyclub. Þetta er bara fjölskyldu jarðböð, bara stemning fyrir alla. Og það er ekki flókið. Fjölskyldu jarð. Já. Ég elskar þetta. Er þið tilbúin í slúður, drengir? Ég er með svona, ágætis bakkendingur í dag. Það eru góða líkur árið 2024 að NSYNC verði með comeback. Það er Og rosalegt. þeir verði allir með, Justin Timberlake líka. Og hann var í viðtalina Lance Bass og hann sagði að Joey Fatone, Jay-Z Chazes og Chris Kirkpatrick var allir tilbúinir. Chris Kirkpatrick. Já, en þau þurfti bara að loka Justin Timberlake. Auðvitað eru allir heilir tilbúinir. Þeir eru allir Þeir eru klárir. allir búin að vera bara steikja burgers í 10 ár og bara myndu elska comeback á þessu bandi sko. Ég held að þeim vanti kassið aðeins með JT. Það er nokkuð ljóst. Hann á aldrei þetta samþykja þetta sko. Jó, af því að sko Ég er ekki stemningsmaður. Jó, svo má ekki gleyma því að JT, hann þarf smá comeback núna. Já, hann er búin að vita allir hann er asshole sko. Já, hann er búin að vera að fá alveg skít út af Britney bókinni og öllu því dæmi og muni, ég sagði ykkur þetta fyrir 3 árum síðan eða 4, hvað fór í töðunum er að segir maður ekki mákona mín, mákona mín. Ég vinn á FM. Við vinnum hérna bara í útvarpinu sko. Tekur frændaði sem vinnur í Gettu betur. Segðu bara ættingin. Nei, segjum ef að kona mín og systur, þá var það mákona mín eða ekki. Líklega sko, þetta er náttúrulega við erum á FM sko. Vonandi. Hvað segirðu? Mákona? Jó, það mákona en er kona bróðins. Skar er svílinn minn, ég veit það. En segðu bara systir konu minnar og vita ekki allir sem hlustaðu þetta niður í þetta. Ok, hún sagði mér nefnilega fyrir 4 ára síðan eitthvað því ég hef alltaf verið mikil JT maður að hann væri en asshole sem að var leiðilegt að heyra. Og það sérst ekki að þú elskar 2 menn út af lífinu, það er þessi og Michael Jackson. Nei, það er hetjuna þér. Elska, er þetta eitthvað ruggi? Það ekki? Ég elska hann ekkert út af lífinu. Ég bara, I was a fan þar til hún var að segja mér og svo var, taldi hún fullt af hlutum eins og þegar konan hans var tilnæmd til, ég man ekki hvort það var Golden Globe eða það var eitthvað stór velun því að hún hefur svolítið verið í skugganum á Justin Timberlake að hann droppaði þá nýjast Jessica Biel. Já, Jessica Biel. Hún var með frábærleikuna. Já, hún er geggjuð og hún var hérna í þáttunum sem að ekki eitthvað Shining Sinner. Já, Sinner. Og hún fekk hérna Golden Globe tilnefningu. Justin Timberlake, loksins þegar hún fekk sitt svona spotlight og droppar hann nýjasta laginu sínu á sama degi í staðin svona fyrir að leifa henni að eiga svolítið þann dag. Þá vissi ég bara svona það geti verið satt hjá henni. Alveg dick move að gera það. En það er ástæðan fyrir að þetta geti gerst núna. Hvort elskar þú meira, Justin Timberlake eða Michael Jackson? Ég bara elska hvora. Ég verð að sína þetta hérna, sjáu þessa mynd hérna blöð. Sérðu hver þetta er? Hvað er þetta, Jackson eða? Er þetta Jackson? Þetta er Jackson stytta sem ég sá í kólaportinu hérna fyrir Heiftur hann ekki? Viku eða eitthvað. Og ég ekki að þú gefur blöðuna þetta hann brýtur hann að hendurinn sko. Ég ekki blöð Michael Jackson stytta sko. Það reykir það sko. Það voru strákandi sem brutt hana. Þetta var við þurftum að gefa þessa styttu 3 svar. Þetta var með fullri virðingu þetta var ekkert að fara upp á hillu heima sko. Ekki. En sko málið er að það myndi samt, þetta er risatúr því að NSYNC eru risastórir og voru ofnir stærri en Backstreet Boys á tíma. Herru, þá fyrir við í næsta slúðupakka og þetta er nú ekki þetta er Gúrka. Já, en The Rock Dwayne Johnson hann er að vera að gera smá grín á honum að því að hann var að posta mynda sér núna á Instagram þar sem hann sagðist fyrir að smakka In-N-Out burger í fyrsta sinn
og fekk það eitthvað fullt af likes en hann var vist búinn að gera það áður árið 2017 og fekk fullt af likes þá og hérna var verið að rifja upp að okkar besti maður, snillingurinn Anthony Bourdain sagði í viðtali að þú vilt fá fullt af likes þá áttu að setja myndaðir þú ert frægur á In-N-Out Burger en ekki með einhverju frægu fólki þannig að menn vildi svona meina að hann væri að sækja sér likes þetta með að þykjast vera að fara í fyrsta sinn Hvað er svona merkildu að borga út hambúrgara? Já, þetta er eitthvað vinsælt hjá liðin út Það er að því að hann er massaður eða? Nei, þetta er bara Það segir alltaf bara búin að borða eitthvað kál og Nei, allt þetta er leifið hann sér að fara í hambúrgara vinsælt staður úti, hafið þið prófað þetta? Ég fekk mér þetta þegar ég voru úti, þetta var ekki Já, ég er nú borðað hambúrgara í öllu löndu sem ég var í sko Nei, ég er ekki sem ég að testa Svo er síðasti pakkin hann er ekki merkilegur In-N-Out sé ekki í AC sko Það ég vil þar Nei, hann er ekki þar, en það er Smashburger, hann er geggjæðilega Þetta var bara einhver léli leið þjá Rock að fá okkur likes frá okkur bollunum eitthvað, wow, hann borða líka burger Nei, hann er ofta að pústa af sér að geta fullt af skít Hann er tekur cheat day sko Já, Og fekar svona aggressífa cheat day sko En Eitthvað 130 kíló sko Ég nenni ekki að fjalla um þetta Þetta er leðilumúli hérna með Donald Trump sagðist að vera grátbeðin að vera með í Home Alone 2 Eina sem er skrítið í þessu er að hann er að svara leikstjóranum sem að sagði fyrir 3 árin síðan að Donald Trump hafi ekki leyft Ritz hótelin að vera í myndinni nema hann myndi vera með og núna hann var að svara í 3 árum setna að hann hefði verið grátbeðin að vera í myndinni Ég veit ekki, hann hefði bara verið að sjá þess að frétt 3 árum setna Fólk er renjað í hann Verður að vera með henn Já, Þú veist meld hann að nenn að pæli þessu já, hann hefur séð eitthvað gamla frétt bara kallinn Sefur 4 tíma á sólaring Herru, þetta var svo meira Já, þetta var slúðupakki dagsins og við skuldum auglýsingar áður fyrir í klefa hér eftir smástund Þetta er mjög langt ráðið að vera eitt af lögum ásins sem við ætlum að reyna að spila bara hérna í þættinum Það laumaði sér hann inn í kerfinu Það ætlum við ekki að spila bestu lög ásins Já, þetta var svona að því að við komum úr auglýsingum Ég með mörg góð styralög sem voru frábæra árunu Þú veist eitthvað lífgu upp á þetta Fólki byrjaði sko, áramóta mökkiði byrjuði á fólki Já, það Það er allir blöð mökkaði núna sko Megunlega keiri það sig gang sko Ég held að þetta sé alveg svolítið stór föstudagur af því að margir sem gerir eitthvað í kvöld og svo er slagir á morgun og svo gamlar Heldur þetta 2009-2010 horniblöð hefur verið núna Það er líka ógeðslega margir sem taka föst laug og eru gamla ás meira í ostum og red wine bara og Já, ef að fólk er ekki í einhverstæðar endilega taka okkur Hvað málum með þig og osta? Einu svo talar um ostar Ég borða mikið á ostum Rauðin og ostar, Já. þetta geggja kombo Já, Hvernig var 56 ingredients í gerð? Það var frábært. Mínus 18 gráður Hvar var þetta mökk? Heima hjá hverju? Þetta varst með hana jagervélina sem ég myndi repa fyrir Þetta var heim ég að vinna fólki og Ákveða mistara Okkar besta fastinansar landsög eftir Snorra Eibindin Sturlusinni eins og Gunn og Rakeli Þetta voru 4 pör og bara að vera að spila Herru, við spilum Var skuggala ekki Svanþór eina fastinansarleðina? Nei, hann var ekki reyndar En við borðum Hann krem er hægt að skilja hann út Er hann nóg góður fyrir ykkur félagann lengur? Það Nei, er celebrity viðstig Alls ekki, hann er bara alltaf velkomin En sko, við borðum orginal kryddbröðu Já, Bara uppskrift frá Sven the Man Já, var ekki góð það er fáið með þetta Fólk myndi drepa fyrir þetta Já, þetta bara á papp Þetta er handskrifa frá honum sko. Þetta er samt til að bara stórt í Mosó Ég hef aldrei heyrt talað um kryddbröð Getur að hækka það aðeins í tölvunum stundi Svo er Heyrðu, bóttið en öll Ég skrúa þetta aðeins Já, en herru, 12 ár í útvarpi. ég ætla að gefa hennu spili Sjárátt sem við spilum í ger Ég veit ekkert hver gerði þetta spil Nei. Það heitir hérna sko, Ég held að það hefði verið í pakkalegnu Þú voru að kasta teningum Nei, þetta var bara eitthvað annað Það er að plokka bara einhver spil En ef Hitler gaf þetta spil út Hvað er að gera það og bara plokka spil Æ, það skiptir bara einhver máli Þetta var skemmtilegt spil Og ég man ekki eins og hvað heitir Þetta er Gott tónlistaspil sjótátt Nei, tónlistaspil sem heitir eitthvað Frábært sjárat hjá þér Byrju, já, bara tónlistaspil sem Veit ekki sko hvað heit Herðu, þá ætlum við bara að halda Ég ætla að segja ykkur hvernig það er Þetta er íslenska spilið af spilið sem heitir Hitster Samt veist ekki hvað það heitir það nokkuð Nei, jú, þetta heitir Smellur Smellur Þetta er gæðið nafn, Já. þetta er svo skellur Herru, Smellur, já. erum við að fara að kæra ykkur? Ég er bara að finna það. Smellur skellur En málega það ég ætla Bara kæri. ég- Smellur skellur. Þetta er svo mikið partyspil af Því að þú basically átt að þú fær alltaf lag Þú var að vera græjur Bara lagi er blasta ef blöð á að gera Og þetta er allt íslensk lög Og svo bara ert þú basically átt að setja ártali Alltaf ártali öllu spjöld í Ég tímalínu myndi ekki fá 1 Þú punkt veist, þú ert að safna fullkomni tímalínu 10 spjöld Þannig að alltaf að setja á milli Þetta milli Já, 86 ég hef farið í eitthvað sepa Og það er alltaf verið að blastast tónlist Þannig að basically er þetta sing-along Það er alltaf ösku syngjandi með Þetta fengi ég 0 punta Ártöl og lög, ég kann ekki 1 text af en 1 lag Ekki svona mín lög sko Nei, við höfum séð það Út hérna að ég er niður í þetta í dagskrálunum hvað er lagið, kannski fyrir við nættir En Plís ekki við ætlum að fara eins og verið í klefa núna Við töluðum hérna í byrjun þáttar að Rikki G, hann postaði einu sinni inn á Instagram klósetti sem hann fór á
Sko, Tenerife. ég að fara alltaf í janúar til Tenerife. Já. Ég ætla að fara nokkuð sinnum á þetta salerni Já, farðu En prófa að hæja þér þetta. Nei, bara okay. Og ég hringdi í hann fyrir í dag því að ég fór loksins inn á þetta klósett. Ég var svona reyndi að láta eins og ég var að tala um eitthvað allt annað en ef við ekki bara heyra þegar ég hringdi í Rikka og var að tala við hann um þetta stórkostlega klósett sem hann postaði á Instagram eftir nokkra kalda á sínum tíma. Tjekkum á þessum. Blöðmaður? Hvað segir það kannli? Ég góður, velkomin heim. Þakka þér það maður. Það ekki brættur? Jú, ég helviti góður bara. Ekki. Ég ætlaði bara að tjekka svona alveg, þurfum við ekki að fara að skvassa það? Jú, takk. Ég ennþá vasslósandi eftir þessi jól, sko. Ástu yfir það? Já, ég meina, hryggur og aðfangadag og hangi geta á jóladag. Ég verð með hjartsláttartruflanir, no joke á jóladag. Hvað, er búin að vera sull eitthvað? Já, ég fekk sér ykkur nokkra kalda á aðfangadag og tókum leikin í á mækarinn aðan í jólum, fengum okkur nokkra líka en annars óvinni róluður, sko. Æ, ok. Já, ég verða bara, fyrst helst að skvasa á morgun ef þú kæmist, sko. Já, ég mætti örugglega að geta fundið tíma bara í kringum hátti. Já, ég þarf að koma þessum tenebjórum og öllu þessu ógeð að mér. Já, hvernig fannst þið? Varst ekki að fíla þetta? Tenni, já, þetta var æðislegt, djöðlar það gott maður. Það er svo ljúft, ég líka dýrka tímamismunum neringin, þannig að eins og þú kemur heim með börnin og svona. Besta veislan bara og líka bara geta bara leið og aðfangadagi svo ég sá, bara í einhvern koktel aðfangadagi, ég var sveittur heima sko. Já, ég var í Siam Park bara. Úff, aðfangadag. Og ekki vekja mig sko, djöðlega verið til í hákallarinn burðin og aðfangadag. Já, djöðlega hún skelltileg maður. Gaman að svo þarf ég líka að beðast afsökun á gríninu sem ég var að stríða þér á því að ég fór á þetta klósett, djöðlega flott maður. Við fórum á The Bank á aðfangadag þess að á kvöldinu, geggja að flýsa þarna og allt í einhver svona gulli og ekki að kjafta það. Þannig ég ætti að stríða næst meira á þessu, svo fannst mér þetta bara styrlað sjálfum. Já. Þú veit ekki brættir það? Jú, ég er hérna. Já, þannig að núna skildi ég það sem þú hendur á Insta. Já. Eitthvað meira? Hvað er á þér? Hvað breyttu svona ljóðið þér? Veit þið, ég er kannski í grunnskólagengin, ég er ekki naut heimskur, sko. Þú veit ekki alveg hvað það að gera. Fyrsti þátturinn hjá blöðtrúður mættur aftur í fyrsta blöðþátturinn og föstudagur og... Ég er ekki... Hvert voru lengi í svona þetta hérna? Ég er ekki að taka þetta upp eins og ég ætlaði bara að hrósa þér fyrir að finna þetta. Já, og svo bara hringja bara á tenni og fara að tala sér flýsa þar og gera stólpa grína með hún aðfangstæði. Ég vona að það ekki stæði í þér. En svona öllu ganni sleftu, þá er þetta ógeðslega flott klósett. Já, alveg frábært. Þetta er mjög flott klósett. Ég var aðeins í því að maður. Því þetta er flott og grænt maður. En núna er ég að segja ekkert grín og ég veit alveg að þú veist að ég er að taka upp og bara, ég er sendt breytnið inn í klefanum sko og ætlaði að við þurfum að skvassa á morgun en öllu ganni sleftu þá er klósett ógeðslega flott. Já, bara frábært. Hvað fæði stöðul á sem það taka upp á... Ég var að segja þér, ég er að taka þetta upp, ég viðurkenna það. En byrju hvað þú ert að detta eitthvað út af það? Já, ég er eitthvað að gera þetta, já. En ég ætlaði bara að segja að þetta er ógeðslega... Já, alveg frábært blöð. Það er bara alveg geggja klósett og þú ert alveg bara þýlitt, alveg einlægur og meina það bara. Ég tjekka, ég var samt ekki að grínast með skossi, ég heyri betur rættir. Bæ. Þetta var Rikki G. Breytti strax hljóðum, við byrjum að tala um klósettið. En þú er líka góð taktika sem gera, þú hringdir úr þínu númeri, ekki Já, og byrja að tala um, maður þarf að gefa sér alveg svona 1,5-2 áður maður fyrir. Og veitur hann aðeins inn. Já, veiðinn. Það er mest í sem við erum að fara hér yfir bestu lög ársins. Við erum búin að spila tja, drengir. Allir sammála hérna í byrjun að skína, er þetta ekki eitt af lögum ársins? Jó, ég meina Patrik toppmaður og það er Celebrity Beef hérna milli hans og Ice Guy sem ég elska, ég er persónulega aðdáðandi af Celebrity Beef sko. Ég held að sé ekkert svona alvöru Celebrity. Jú, það er alveg Celebrity Beef, það er hata hvað það held ég ekki. En ég menna hann var á toppnum í marga mánuði. Ég bara aldrei sé svona áður. Þetta hafi verið 6-7-8 mánuðir lagið á toppnum, þannig að ég myndi segja að hann eigi klárlega heima á þessu lista. En það er alveg hitt. Já, þetta er líka bara eitt besta poplag sem eru hitt í langa tíma. Við ætlum að hlusta það. Hér kemur Skína, lag ásins. Þetta er 100% eitt af lögum ásins Skína, hér í FM 95 síðasti þáttur ásins 29. desember 2024. Það er rosalegt. Nú ég er til í það.
Mér veit ekki bara, já, við rættum það á hann. Þetta verður gott ár sín, en ekki að fá þunglita. Það verður geðveikt. Já. Ef við sleppuðum World War 3, það verður þetta besta year in the history of years. Ég ætla basically búin að segja að það verður þriðja heimstyrjöldin. Nei, ég sagði ef. Sagði ekki að verði. Nei, ég held að verði ekki. Nei, vonum ekki. Ég að kalla 2004 verði bara frábært ár. Til já. Verðbólgan fer niður, geirilækka vexti 25 púnta í mars og 25 púnta eftir það út allt árið. Þannig að fólk ægna það sem er í pening og verður allir léttari og fólk hellir vel í sig. Þetta verður frábært ár. Það er ekki bara. I'm calling it. Við ætlum að fara núna í lið sem heitir Syngdu lagið. Þekkir lagið, settu línunni lagið. Ég hef aldrei náð að skýra hana lið eitthvað. Málega, ef við ekki tala um þetta á hann, þá aldrei farið í þetta. Ég myndum blöð á hana lið á hann. Hlusta á lagið. Og ég tapa alltaf fyrir Steinþóri, sko. Hann er magician í þessu lið, sko. Nei, hann er hræðilegur líka, sko. Hann vinnur með alltaf, það er alveg góður í þessu. Það er af því að þú ert, það er eins og sett 4 ári í þessu, sko. Já, það er óþar að særa fólk. Það er jólunum, sko. Hvað er að því að 4 ári? Jólblöð, sko. Hvað er það að segja? Þetta sé okkur mótgæstum aldrei, eða? Motivational boo, já, þegar þú ert 65 ára, þá var kallað 4 ára, sko. Það er bannað að særa á jólunum, sko. Ég þarf pepp núna, sko. Ekki niðurlægingur, sko. En svo er náttúrulega, eins og við komum líka inn á hann, það er 9 árs bingo, það byrja klukkan 3, það er eina stundurinn svolítið hamrað því að fólk þekkir alveg bingoið, sturlaði vinningar, en byrjum 3 Þetta er á skrýpum tíma og þetta er á eldurrauðum degi, það er allt lokað, þannig að við mælum með að fólk sko fyllir á lightbjórinn og ískápinn og eigið nóg mat og svona því að þau kveikja á Sonnabjörglu og 3 sæna ykkur inn og vinni free shit. Eða bara Pepsi Max eða eitthvað, fólk er ekkert endilega. Já, ég veit. Heldur að fólk verður ekki vaknað? Jú, fjölskyldum. Það er alltaf málega góðið við þetta bingo kosti okkur félagum að við sænum inn alla fjölskyldum, gristlíkarnir elska þetta og fullorðnafólki. Það er svolítið gott. Klukkan 3 á 9 ársdag en nú ætlum við að fara í liðin sem að drengirnir eru hræðilegir í og það er syngdu lag með línunni. Já, Steindi er mjög lélegur líka. Ég er hræðilegur í þessu. Hann er flexa bícepin á sig hérna. Þetta er þessi skipti sem við þurfum að vera í mynd, sko. Ég var að taka eitt hár eða. Já, ok. Herru, þetta er eins og alltaf, drengir, þetta eru 3 orð og fyrir fólk sem er að hlusta á liði fyrsta sinn þá ég segi orði að við mínútu til að syngja eins mörg lög með þessu orði í og þið getið. Og við erum að vinna með íslenskt í dag. Takk. Það er það en enska. Nú set ég tíman í gang. Fyrsta orðið. Skína myndi virka vel fyrir mig núna. Já, það er samt ekkert í mörg. Og var ég með eitt punkt. En þá þurftur líka fyrir undan honum að syngja. Ég bara, nú ættu að vera mitt. Það er ég að syngja það, ekki nú að segja það bara. Ég er í rosalegu sóni. Liðun heitir Syngdu lagið. Þú verður að syngja það. Ég veit að ég bara. Af því að orð 2, þar verður bara hver er fyrstur. Nei, ég ætla að byrja á. Ég lofa það ekki þannig. Jú, þegar þú heyrir orðið. Og ég ætla að reyna að vinna, en til miður er ég bara mjög lélegur. Ok, ég er með klukkuna ready. Syngiði öll lög sem þið þekkið með orðinu hún í. Hún vil vera eins og gerast fyrir hana. Hún og ég. Það er ekkert lag með hún í. Það er ekkert lag með hún í. Ég, henni, ekki hún. Já, ok. Hún er alveg með þetta. Hljóðbellar að segja. Hún Þú reynir ekki eins og ég aftur. Það er örfá lögum með hún í. Hún bara barn og íspilni. Hún. Nei, hættu ekki vera kamíriðin hérna. Kottu með eitthvað. Ég er auksum skímó og sálina. Hún er hérna. Hún er alveg með þetta. Þetta er Bubbi. Bubbi með þetta. Hún er alveg með þetta komið. Það kom erfið búið. Guð minn. Það er ekki eitthvað. Það er 1-0 fyrir Steinda. Máli, er þetta leikar með erfið orð? Nei. Hvað var með eitthvað sem er algengt í lögum? 1-1-0. Þetta lítur að vera eitthvað með Bubba. En ég var samt með það sam og hann. Ég bara sagði það eftir hún. Hún er alveg með þetta. Herru, tilbúinir. Það er bara sam og ég. Það kekkur ekki. Ég bara steiglega með hvað þú sagði þér, sko. Þannig ég er unni á að fá punkt. Alls ekki. Það er mitt svar. Þú heyrðið við syngja. Hún er alveg með þetta og svo gerir það 10 sekundur senna. Ok, nú þurfum við að vera á tannum. Ég er á. Egil, þú kannt lag með þessu orði. Ég get alveg lofað því. Ok. Tilbúin. 1, 2, Egil. Já, því ég er bara heilsa Kolborn. 1, 2 og farin. Farin eins og þú. Þetta var farin. Nei, þetta var ég. Nei, farin eins og þú, sagði þú. Egil með punkt. Þetta var farin. Já, farin eins og þú. Ég var með punkt af það. Þú voru að slaka þess á. Þetta var farin. Ég var með það. Ég var á undan bara. Nei. Þetta er dokumentið, sko. Það er 1-0. Farin, sko, það er bara eitt lag með farin í. Nei. Hæ?
Ég er búin að jafna eitt Ertu nú er hún farin meinilega farin og komin að vera samin Rétt, nei, Þetta er taka punkt Neta hlýtur að vera farin 1-1 Við 10 sekundur 5 Nei, þetta er bara búið að reyta þetta það ekki Já, það er 1-1 Farin Sturla lag Herðu, Hann er mikið Síðasta. eðalega erfið orð sko nei Þetta var jættur, það er 1-0 ennþá Það er 1-0 fyrir Steinda Egil Nú verður að vera á tánum Tilbúin Ég er á tánum sko Síðasta orðið. Gerum besta hérna sko Syngja öll lög með orðinu við í Við erum Ég panikaði, sorry Ég á lim Ég á Nei, það er alltaf það her Ég er ekki með ég Sem á fer hann í hann að ég við ekki Við erum Og þegar þú Við. komst inn í Nú áttu hjá með Nína Við erum Hæ? Nína Nína, orðið er við Ég veit að séðan Við erum saman Við erum saman Saman Er ekki mínustu fyrir að búa til lög? Er þetta ekki eitthvað? Nei, það hlýtur að vera mínustu fyrir að búa Nei, til lög þetta er lag. Við erum saman Við Hvaða erum lag er það? saman Saman jólin Ha? Hvar kemur við þar? Hæ? Við erum saman Nei, verðstu hjá mér Þetta er búa til lög Verðstu hjá mér jólin Jesus, Við eigum hvort annað Við eigum hvort annað Já, hvernig Nei, Við eigum hvort annað Við eigum hvort annað er eitthvað Hvernig hljómar þetta lag? Við eigum hvort Ég annað er ekki að leiða það er bara ekki við Nei, það er einasta búið. lagi Við eigum hvort annað Hann er Við eigum reymalega, hvort hvað blöð er að gera? Ég er búin að lesa blöðu þessu Hann velur orð sem hljóma legit Veistu það, Það er ekki neinu lög það eru svo margir að hlusta sem hafa getað hendið svona 5-10 lögum með þessum orðum. 5-10 lög Ég með er við? alveg lofa því, já Við eigum hvort annað er lag Já Hvaða lag? Þetta Hvernig hljóma hljómar til Við lög eigum hvort annað. Við Ha? eigum hvort annað, það er ekkert lag sem heitir við eigum hvort annað Það er lagið með því Steindi vann, hvað komið? 2 stigirna, 3 stig Ég fekk allavega, ég kosti á blað Þetta er rosa Já, ég fyrir mér auglýsingar á meðan maður róa sig að þessu ruggli hérna Djöfull er þið lélegir í þessum Þetta er hagalegt Þetta er, já, töffarinn Harry Styles með As It Was Heldur endur þetta lag á ekki koma út á þess Nei, sko blöð. Viskilega gott samt Opnaði fyrir mig Spotify núna Ég er með lag sem er eitt af lögum ásins næst Já Ok, en ég er bara með finna langar að spila eitt svona steralag Eitt svona steralögum ásins líka Það getur orðið Hvað er svona stera lag Nei, út ásins? af því að nú er ég að fara í spundakefni Gilsarans og svona að fara úr því í steralag hljómaði sem Ok, þú A nice touch. Já, þú var satt ánæður með næsta lag Ok, takk Já, spurningkeppni Gilsarans, ég var að fara hérna núna Já Ok, King of the Year King of the Year 2020. Þetta er svakalegu titill Og málið er blöð, ekki á leðilur Þú hefur aldrei unnið Steinda í King of the Year Hann hefur alltaf átt betra Já, hann er Aldrei unnið Greinlega bara farsætli Þannig að já, ég veist, nú komið, þetta er þetta ár núna Það hefði ekki bara verið þá reyndir á kringlu spurningar og auðvara spurningar Það hefði ekki fengið þetta svolítið á silfurfatti bara Það er stundum búið að ákveða svolítið hver á að vinna spurningkeppnina Það verður ekki nátt Ég er ekki með hreyndir í dag Hvernig stöðlar þetta núna? Sko þetta er dead Það er ekkert eitthvað svona Það er ekki treyndir, það er ekki stöðumlöfur Það er ekkert svona kjaftaði Ekkert eitthvað liggja nakin á parkettinu og eitthvað svona kjaftaði. Nei, síst ekki Þannig að ég held að það sé bara Þetta er nokkuð eðlilegt núna Blöð gæti tekið fyrsta sigur núna Já, Hver átti betra ár Og svo verð ég með hver mun eiga betra ár já Þegar við förum í 2024 Já, Skilja, þetta er koncept síðan Einmitt. Sumar keppnir eru árlegar Já. Þetta er eina af þeim Ok. Nú byrjar þetta Já, Fóstu í böð á árinu já já, nokkur Ertu að tala um Nokkur svona Já, Nokkuð Ég er ekki að tala um með þú bað eitt heima rassinum með. heima Ha? Nei, ég er að tala um luxury böð Blondell já ég Ekki fór þú heima, hristaði í baði heima Ég fór með þér í skóabæði þarna Ég er Já, ekki já. að hinu heima Ég tala um bara að þú ferði í bað og farir að Ég fyrir meina, En hvað er að ljótt að því að segja þá er þetta svona einu frístundunum þegar maður er heima svo sem þannig að það er ekkert ólíklegt En hvað er að því að fara í bara old fashion bað heima þessu? Það er allt í lagi Já, Ég elska það. Já. Ég sem Það er ekkert að því að fara í bað Stendur Ég er að meina bara að fara í luxury bað En eru þið baðmenn? Þú veist, þá er ég að tala um í heima hjá okkur Ég var miklu meira í ánalandinu Það var ekki verið mikið í lólandinu Er það með svo hotbaðkar, svona kolb hotbaðkar Nei, með okkur vanda það sko Ég er bara með old fashion, bara bað Já. Það er alltaf einnig það sko. Við líka, ég kemst að voni það Já, það er bara ekki kósi sko. Af hverju ekki? Ef ég ætti pott, skilur Þú vilt heldur ekki vera allur onni í baðinu Maður er alltaf með löppin upp úr einhvern veginn Og maður er svo hálfur í því, sko. Steindi náttúrulega sopnaði í skrýtnustu stellingu sem ég heyrst um í baði brjósklós nummer Herðu, 3 var ég búin að segja ykkur þetta? Já, búin að segja okkur að til Þetta var rosalegt Ég er ekki að djóka, ég er ennþá smá slæmir eftir þetta
Því ég svaf svo lengi sko Svafst, hvað, Ég sett, það er svo heitt vatnið að ég settist upp, þú veist, þá er ég ekki að tala um að ímyndaður liggur hún í baði og þú sest, reysið upp. Þetta er ekki þannig. Nei, fórst í miðjun á baðinu. Já, ég fór í miðjun á baðinu og settist svona í, þú veist, og setti lappirna svona, skilurðu. Sem að lappirna fram af. Nei, ekki fram af. Svona í jókastellingunni. Þið eru jókastellingunni á hlið í baðinu, þannig að það er ógeðslega þröngt, fattar þú, ógeðslega þröngt sko. En okkur gerðu það þegar það var svona heitt? Og þegar ég var búin að fara, ég fór í það og ég var í bara 10 sekundur, þá var ég bara shit, hvað þetta er vond maður, óþægileg stelling. Svo bara vaknaði og kerti dautt alveg myrkur. Kveiktur á kerti? Já, ég fór í Róma, bara svona kósi. Ég get sagt þér eitt skrítnara. Okkar besti, köðs, digital köðs eða landaköðs eins og þið kallið hann, og það hafði aldrei verið landi í ammælunast. Jó, daginn, ok. Hann finnst þetta með köku og mjólk í bað. Það finnst mér bara hálfa ógeðslegt. Það er skrítið maður. Með ísköku, mjólk og köku. Ég var líka að spila með honum daginn, þá var hann að geta íspinna. Bara í tölvuleik, hvernig gerur það bara? Íspinni er ekkert svo weird. Nei, það er bara skrítnasta gaming möns. En það verður orðið með köku. Ef þú ert með gaming möns, þá færðu þér eitthvað svona sem út með upp í heil lengi. Þú ert ekki að bara basically snakka. Síðast sem ég myndi að hugsa ef ég er á leiðin í heitt og gott bað væri mjólk og kaka. Nei, landaköss er bara eitthvað ruglað. Herru, en ég var bara að það, vaknaði svona og ég svaf hann í marga klukktíma í þessari stellingu og ég gat ekki, þú veist, í lappirnar á mig voru bara alveg dauðar, alveg. Ég hugsaði bara í smá stund bara, ég held ég væri bara smá off sko. Ég væri bara ekki 100% sko. En það þyktu að sleppa eða leggja þig? Nei, ég lyfti mig svona upp á höndunum. Þú veist bara svona, fannst ekki fyrir löpunum? Nei, þær voru bara alveg sleeping. Þú veist, þetta var komið langt yfir náladoga og svona dót sko. Þetta var bara, þær voru numb. Og ég var bara, þú veist, ég þurfti að vera heil lengi að fá orku í, þú veist, fá bara blóðflæði. Og ég var bara allur svo kaldur og bara, já, þú veist Þú það ábært að hleypa þeir einum í bað sko. Ég myndi aldrei geta sopnað svona, það er að skrýtna. Ég myndi aldrei sopna í svona stellingu. Ég sopna bara ef ég sest ykkur. Það er ótrúlegt. Bara sopnaði. Ok, 1-1, fórum báður í böð. Já, ég er að vinna luxury böð sko. Já, við vorum saman í skóðaböðunum bara. Nei, hann maður skrópaði því. Ég fór í Skylagoon, þetta bara fyrir í desember. Ég fór í eitthvað annað líka. Þú er búin að lefa jölur þar, þess að fórstu ákveðar ekki skóðaböð. Jésús almatur. Alveg rétt. Það er 1-1 og þetta er Dead Tide. Hefur þú skellt þér á 2 fallegustu eyjur í heimi á árinu, Vestmannaeyjar og Tenerife? Já. Nei. Þetta er ekki máttið Tenerife á árinu? Það held ég ekki. Hörðu, Blöð komið í fyrsta skipt. Já, getur maður orðið átt betra árið næst. Þú eru ekki til Grítar í sumar? Já, en þegar ég er að tala um, jú, það er vissulega eyja, en ég var að meina Tenerife. Já, Tenerife og Vestmannaeyjar. Já, ég fór til Vestmannaeyja. Vestmannaeyjar eru, herru, talandi þetta, því við vorum, þetta er bara örstuttur út við vorum að tala um þetta í gær bara, því að Vestmannaeyjar er svo sturlaði staður. Sama hvar auðvitað þú ert inn í ykkur heimásöfn og sérð bara alla klettan og fjöllin, þetta er sturla útsýni. Er útsýni, við vorum að tala um hvort að, vitið það, er útsýni settir í fastegna verið á Íslandi? Eða skiptir útsýni bara engumáli? Það hlýtur að skipta máli. Það er auðvitað að selja íbúður með útsýni. Já, en það er ekki eitthvað svona, herru, útsýni hérna, við metum þetta bara á 10 miljónir. Það getur skrúa eitthvað aðeins upp. Er það? Eitthvað öllítið, ekkert eitthvað, veist, rosalega, eitthvað aðeins. Ok, ræðum þetta setna betur. Ok, 2-1. Hefur verið alvarleg umræða á árinu að setja styttu aður upp í your hometown? Ok, nú er verið að plana bara ég vinna þetta. Nei, ég er ekki verið að plana. Við erum búin að tala við hreppstjóran. Ég með þegar heima, ég bara, já, veist, út af Steindi er fyrir utan sem að vil, svona eiginlega kongurinn í Mosó. Þú veist, það er bara staðan. En náttúrulega þessu umræði er bara komið fyrir ykkur. Já, það er bara verið, það er búin að ræða við hreppstjóran og líka ég var þess að hósta með hann og svo líka Robba Bakara. Og við erum með plan B, sko, þetta stendur og fellur allt á hverju aftur? Listamanni bara, við þurfum að fá listamanni. Þessi stendur og fellur og við gleymum þessu ekki og ítum þessu áfram. Við fáum þessu frábæra hugmynd sem keyrum við í gang, svo gleymum við þessu í 3 mánuði, já, það verður styttan. Það sem vantar basically núna er bara ykkur öflugur listamæður sem getur tekið að sér að gera styttu. En Steindi, með Mosó, þú varst alltaf valinn bæja listamæður Mosó og þú ert svolítið þið shit, þú ert skuggan á manni sem, það er ekki um það. Já, það verður aldrei komið nein umræðum ykkur styttu þar.
Ættu við kannski að fara að tjekka á því núna? Nei, Ok, nú er dauðafæri fyrir það er Sony allt annað. Nei, Dauðafæri fyrir Sony það er risa bæjarfélag. Það gengur Hvað, viltu ekki fá stytta Nei, ég er að segja að miklu þægilega að gera þetta í minna bæjarfélagi. Nei. Þú ert the shit á Það eru króknum. 4 spurningar eftir 3 búnar Þetta er búin að vera alltaf hægt hjá okkur En það er bara að vera í gýr Nú er dauðafæri við stenduða fópunkt Mögulega fyrir okkur báða Fórst í dögi á árinu Þetta, við svar ekki. Hættu Þetta er ekki dónaleg spurning Ég tek ekki þátt í þessu. Þetta er ekki dónaleg spurning En farið bara í næstu Þetta er bara skrítið spurning. Já. Nei, Jú, bara fullandi menn. þetta er bara Við tökum ekki þátt í þessu. Við neitum. Flest sem að hlusta vita hvað þetta er. Manstu þegar þú neitaðir að taka þátt í þekkið ekki daginn og þú sagði bara, ég ætla ekki að svara. Ég ætla að gera það saman núna Megið neita Greinilega. I plead the fifth Er ekki þetta báðið sett bara já og fóðið punkt Já, bara plead the fifth okay. En þá 3-1 Varst einhvern tímann á árinu Í heitum pott, grænjandur hlátrið með red wine Nei, já. Ég held ég ekki Marga heita på árunu Grænjatur hlátri. Ég Ég farið í heitan pott með rauðin. Það er alveg rétt. Og þú hefur verið glaður Já, örgulega. Er það ekki? Ég er alltaf glaður. Það er alveg fengið mynd að þeir í pott Það er ekkert aðstæld að þetta Ég haf margir verið í heitum pott með red Þú veist, ég skammast mér ekkert fyrir að eiga pott. Nei, þú veit ekki, mjög mikið Það fólki er pott furðulegt þetta skammast einn fyrir að eiga heita pott Ég er bara, já, ég ætla bara að segja að ég er skelli hlæjandi er bara svo, ég er eiginlega aldrei þannig. Þú sér mig ekki oft skelli hlæjandi einstað, sko, ég er svona típa sem hlæði kannski smá inn í mér. Þú líka út einn í pottunum grænjandi og látri Ef þú ætlar að fá stig, þá verður að segja að það verið grænjandi og látri Já, það ég eiginlega bara geta Það er 3-2 fyrir blöð og 2 eftir Ok, fegst ég Reyndar ignoruð eina spurningu sem var weird En nú förum við í Að meira weird að spyrja Fórstu á gömlu góðu dínuna á árinu Dínuna Hvað er þetta? Gömlu góðu Nú bara sverjið, ég veit ekki hvað það tala um Manstu blöð, þú fórstu á dínuna hana á króknum Manstu? Það mann ekki að það blöð fór á dínuna Hann var þetta ekki dúkur, eða? Nei, ertu að tala um bara þegar ég fekk það fyrst að Já, ég meina það Og hvaða dínu áttu að Það er dína í rúminu Ég Það er hvað dínum Já, Það er þetta sama dýna. ég er bara, þú veist Fyrstu að vera nákvæmlega sama dína Ég það var góð, bara ekki góð dagur Á sínum tíma, þú fórstu á þessu dínu hana Ég var 12 ára Já, þú veist, punkturinn með var hvort þú fórstu mögulega á hann aftur og ég er ekki mátt hauglaugsa þetta, sko, ég bara býti keppni, skilur, ég er í gýr Heldur að svo dína sé bara ennþá til Nei, veist, þetta má vera, ég er bara að dína Þessin er bara í jösk, þú lappar í rösk og hoppar bara okkur dínu Bara lagðist á Það dýna. er ekki að drilla Ég sér bara lagðist ég á dínu árinu Já, og þú veist, Já. og í gýr, eins og þú varst annað, mástu á sínum tíma Nei, ekki verið eitthvað í lagi, nei Það var ekki Nei, þetta er svo Egil Það er svona, við erum meira að reyna að hjálpa þér Það er að finna þér Hvað er að gerast þetta? Ég veist að þetta hljóma eðlileg spurning svona sem fór ég leði fann í sælana og þetta var skrítin sko Ég bara Ég myndi alltaf ekki hvað var skama allir fórstu dýnuna í fyrsta skipti sko Auðvitað vissur það Og svo leið mér eins og þetta hefur verið gert þetta repeatedly Það var bara eitt skiptið ekki Jú, auðvitað Og þá var þetta skrítið Já, Þú fórstu okkur dínu og þessu árið stendum Það hefur getið döða að fara við á Dína í bótt rúminu hans ég er bara, Já, ég meina þú veist fórst ég er yfirleitt bara, Ertu ég döðarann? er eiginlega bara alltaf á hverju nóttu leggst ég á dýnu. Ég líka, alveg sama hvað ég er í heiminum Ég leggst á dínu Já, ég var ekki að meina það sko Er þetta ekki bara Nei, næsta? það veit ekki hvað varst að meina Ég meina þú varst að Þú fórst að hömpast á Já, dínu en hvað varst að tala um ég að fyrir að sömu dínu og Já, þá eða bara einhverja dínu, hvort það getur tempurdína eða Tala um vassdína það, einhver jösk dýna. Bara einhver góð dína Já, Þú veist hvaða dína sem er í rauninu sko. hverju kvöldi okay. Það er ekki bara. Já Ertu að gera sér Nei, þá verður að Hampast á segja því. bara Hefur við verið á einhverju að hlusta á lag veist, Það var ég sem að meina. Það næri ekki nokkur á Ég veit, ég vinn á F957 Já, bara farið í næstu spurningu Þannig að Jöfnlestu, vittlust Hvað er þetta á staðan núna? Það er bara 5-3, fengur báðustig Var ekki 3-2 á hann? Jú, ég held það, sko. 5-4 segi Sko, tókstu Michael Jackson Er ekki 4-3? 4-3 Tókstu Michael Jackson dans í Jagermeister Rave Cave og allt var geðsjúkt Það var á þessu ári. Djöfull leið þetta ára frábært. Þá er þetta gott ár Já, það var ekkert allt geðsjúkt þarna En ég tók Michael Jackson í reynd Sko, ef ég ger upp árið Já, Það var eiginlega hápunktur ásins var þessi Berlínaferð Við fórum í Kastalan þetta var Og rosalegt. þegar að Blöð fór í The Rave Cave og tók dans Ná, Ég setti á The Gram, fólk alltaf fekk upplifa þetta svolítið Sko, málið er það að Egill, ég var með Agli í gær
Egil Ölgerð Já. og hann var að segja mér að bara the headquarters, að Egil alltaf takkaði headquarters í allt stórið sko. Já, okkar Egil Já, Ekki Egil sem er að vinna Nei, fyrir Jagermeister. hann var bara að njóta sín að vera til sko, og horfa á Egil bara Eins og við hinir. en okkar Egil hérna Já. hann takkaði headquarters í allt og þeir fylgdust með öllu og ég spurði hann bara ok, og hvað þýðir það? Eru við og þú bannaðir hann að eilífu það? Þeir elskuðu þetta Þeir voru bara, við þurfum að fá þess að gæja aftur í Jagermeister kastalan Það var ekki tekið Þú ætti betra ál Þú varst kongur á 2003 Fyrsta skipti Það er ekkert annað. Stendir þá 2 yfir En málega, þetta var samt besti Jackson sem ég sé, því að höllin, þú tókst henni í höllinni, það var geggja það ekki var miskilum mig, það var Jackson upp á 10 Já, já. Þessi var á okkur öðru leveli í Reykjavík og það voru bara svo 4 þarna sem fengið að njóta sko. Herru, við ætlum að halda áfram að hlusta á lög ásins Ice Guys. Þeir eiga nokkur að þeim. Þetta er boyband ársins. Já, stærsta hljómsveit ársins, það er nokkuð ljóst. Já, stærsta hljómsveit, þetta er hljómsveit ársins. Já, og hér kemur Krumla. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Það er hárrétt, það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur FM 95 Blu. Það er pottitt alvöru partí í Keiluhöllin núna. Og happy hour hérna frá, það er ekki 9 til 11 Keila, það er karaoke, það er sturlaða pizzin. Já, eina sem vantar, það er boccia og þá getur við fluttat inn í það ekki, alltaf þú blöð. Svo er Túborg Léttöl á krana þar líka. En herru, eftir spurningkefni gilsarnars þá reynum við oftast að fá smá þroska í þáttinn og förum í sturlaða staðreyndir. Eru þið tilbúinir? Insane facts. Já, Er hrossaskítur núna? það er hrossaskítur og maður segja, svo langt sinni skrifað við höfum ekki farið í sturlaðar í einhver nokkur vikur held ég. Nei. Af því að stundum skilji ég ekki skriftina mína. Eru tilbúinir? Og ef að Robby er að hlusta, King Robby í Ölgerinni, að það er að fylla á því að það virðist vera sem að fólk hafi verið þyrst yfir hátíðarnar. Þannig að Rikki og Tommy og Þráin er greinlega búin gaman á þeim mesturum Og Bródís og allir. Við höfum bara ekki fengið bjór og kælum lengi. Nei. Þannig að við þurfum að fá áfyllingu. Já, svo er bara spurning hvort við nennum að láta fylla á þetta lengur þegar við fáum aldrei neitt aðeins. Við þurfum augskanna á kælinn. Já, eru þið tilbúinir? Já, það er bara alveg lása, kannski léttara fyrir Ölgerinna. Þetta er, já, það er eitt af þessu hrossaskítur. Þá byrjuðum. Meðalaldur hjá fólki sem að flytur út frá foreldri sínum í Portugal er 34 ára, sem er að hæsta í heimi. Ég hefði haldið þetta var á Ítalíu, en hæsti meðalaldur er í Portugal. Það er rosa. 34. Er það ekki svona í seinna lagi? Jó, sko, ég meina, Er það fertugur? hvað ætli standa á þessu? Er þetta, að því að sko, þú ert væntanlega, þú veist ekki allir, en margir konur með börn á þessum aldri. Já. Þannig að þá ertu kannski komin með Ég var eitthvað ekki komið með barna á þessum Er ekki bara Portugal, bara þetta er eitthvað cozy. Fjölskyldan er bara sama lengi og... Jó, kannski En hérna á Íslandi er alltaf mun þetta þessi talamun hækka hér því að getur enginn keft íbúður en að undir 34 ára nema að fá áluföru eins og staðan gjöf núna. frá Já. því miður, það er bara staðan. Ég held að þetta verði þannig hérna, ég er sammála, bara að verði svona kannski kringu 30 meðalaldur. Þú er bara 60, bara heima á gamla setinu. Já. Það er bara staðan. Þetta er allavega, þá var það 34 ára í Portugal. Takk. Svo er næsta 27% fólks yfir 20 trúur ennþá jólasveinin í Bandaríkjunum sem er nokkuð galinn tala, 27%. Það haldið að það væri svona mér að fundi skrítið 3%. Í hvaða fylgjum er þetta hann í Bandaríkjunum? Þetta er mest í miðríkjunum. Það er bara, það er skrítnasta fólki, sko. Já, ég veist. Þessi biblíubelti. En ég vitum alveg, en fyrir það sem að hlusta, jólasettin eru þetta til, þannig að það er bara að mæta og heimsækja x marga staði og eins og það er, sko. Já, hann alltaf hættir að koma eða hættir að trúa. Já, Þá kemur hann ekki lengur. það er bara eins og Jay-Z. Já. En hvað ætli sé mörg prósent bandaríkjumanna sem að trúir ennþá, já, trúir á Jay-Z? Það eru ekki svona 90%. Nei, samt það hefur minkað held ég. Já, ég minna, þú veist, Svipuð það er mikið að trúi fólki þar og hérna á Íslandi líka, menn þú söngst í Philadelphia-söfnuðinu, máttu bara glemma því? Já, þá var ég bara hátrúað maður eða... Herru, við reyndum nú að fá blöð hérna til að taka lægi, það okkur var bara að neita. Hver er svo besti? Já, hver er svo besti? Það verður ekki tekið í Philadelphia-söfnuðinu. Við máttum ekki mæta hann, taka lægi. Við erum allar búin að koma okkur sambandið í söfnuðin. Já, ég teka kannski bara eitthvað það má ekki rekordaninni. En þú veist, það má ekki taka upp, kannski, ef þú vilt upplifa þetta aftur, skilur, þá bara meðum við ekki taka upp, en nú það verður gaman fyrir að upplifa þetta. Er þetta svo í bíó? Má ekki vera með síma? En það er eitthvað sem segir mér að við verðum eitthvað gigga á næsta ári og gætu við bara þurft að taka þetta þar. Auðvitað. Já. Mér veistu að þetta maður gera bara alveg útgáðu, stóra útgáðu, með kór og öllu. Hver er svo besti? Já, ég. Stutt lag. Nei, við lengjum lagið, þetta er frábært lag. Herru, það næsta, það eru fleiri svín en manneskjur í Danmörku. Meiri svín. Já, fleiri svín en manneskjur í Danmörku. Já. Af hverju?
Why? Það veit ég ekki Nei, bara Svo er það hérna Mikið af svínum. Þessi hérna er rosaleg, talandi Jay-Z Það urðu 2 leikarar fyrir eldingu við gerð myndarinnar Passion of the Christ. Þar á meðal Jim Caviezel sem að lék Jésu. Hann var að leika Jésu og hann varð fyrir eldingu. Já, það er bara því Jésu var ekki hrifin að skjálta Já, er það ekki svona smá sæn? Það var ekki hrifin að þessari mynd. Nei Ég hefði verið bara döð stressaður yfir hann En veitu, ef þú værið þig big guy og værið að horfa niður, værið ekki gladur að það væri verið að gera myndu þig? Ekki út ósáttu við handlitið. Nei Var hann ósáttu handritið? Greinilega. Hann er Það ekki var verið ekki eldingu aðleikar, hann er ekki heldur líklegt að Það var ekki Það eru 2 fyrir eldingu við gerð myndarinnar Já, en það gæti náttúrulega verið Það er ekki tilviljun. Það gæti verið eðlileg útskýring á því líka því að hann var náttúrulega mjög hátt uppi, hann var á krossi við gerð myndarinnar. Ég heldur að það hef ekki verið gerðar myndir Ég Það meina- sem fólk er herru uppi Tom Cruise var heldur hátt uppi þegar hann var stökk á móti honum Hann var ekki fyrir eldingu Eða sko máli er að ef þú gerir kvikmynd og ferð í 2-3 metra hæð Já þá getur þú fengið eldingu. Það er bara þannig. Ég hef bara aldrei heyrt þetta samt. En ef það er stormur úti þá getur þú farið og út og lift lyklakipu, þá getur þú fengið eldingu. Þú talar eins og þetta hafi verið eðlilegt hvort sem þú trúir á Jay-Z eða ekkert, það var ekkert eðlilegt. Já, en þú veist alveg þegar að vera að gera til dæmis hvað heitir fæðasta hryllingsmyndin? Exorcist? Dóu þá ekki svona 8 manns? Nei, það var enginn fyrir eldingu þar. Úr eldingu það? Nei, það dóu fullt af fólki. Það dó enginn. Jú, Exorcist. Það var verið að gera Stundum, ef þú ert ósáttu við eitthvað Ég meina, þú mynd að tekið upp í Svefnherbergi að dóu, hver er dóin í Svefnherbergi? Exorcist það dó bara enginn við Inn í gerð Svefnherberginu? Die Making Movie. Die Making Movie. Já, þú ert náttúrulega ekki talandi á ennsku. Það er vel á tenni, einn af fjölskyldur. Jú, Það er alltaf þess að lækna sem að hlusta okkur núna og hann er að segja Die Making Movie en það er bara Læknar. Sko, svo fann hann ekki neitt, hann segir ekki neitt. Nei, það dói enginn við gerð Exorcist. Nei, það var eitthvað svona, munið ekki eftir þessu. Það var fullt af fólki sem var að deyja. Inn í Svefnherbergi sem myndu að tekinn. Það dó enginn þar, Steinþór. Ég ætla að googla þetta á eftir og koma með skýrslu. Ég elskar góða skýrslur. Þú varst að syngja með raskatunni í svona 100. Ég kem í skýrslu í Syngja með því. Toyota Corolla er mest seldi bíl allra tíma með yfir 44 miljónir selda. Þetta er frábæri Það er bílar líka. rosalegt. Ég hef átt Corollu Já. og frábær bíl. Og toppbíl. Já. Já, ég hef átt kóru líka. Það er solid. Sjáu þið, Þú veist, það klikk ekki. mest seldi bíl allra tíma. Bil ekki, þú veist, en það er ekki sexy. Þú veist, blöðu ekki þengi að fara ekki hérna. Þú veist, að rúnda hann um krókinu síðan tíma. Þú veist ekki þengi eitthvað jafnplatna og var Toyota Corolla, sko. En þú varst á Coupe, Hyundai Coupe. Já, það var ekkert að gera Smá sportbíl, sko. Já, það var ekkert aksjón. 47% kalla pissa sitjandi. Já, Þorgum með þrá sem sitjandi. Hann er a real man. Það er einn pissið þið sitjandi, drengir. Nú voru við 3. Nei, sko, ég Mækarinn pissindi. Okkur besti maður. En þú ert búin að tala upp 2 núna því ég Herðu, þekki mjög fáa. Ég ætla bara rétt að segja þetta hérna. Hérna er insane fact. Það eru 10, það kveiknaði í settinu. Það var allt í rugglega Dó þarna. enginn. Svo kemur þetta: The film is linked to 9 deaths. Já, það er bara því að fólk deyr úr hræðslu. Það er mikill munur. Ha, Fólk deyr úr hræðslu við að horfa á myndina. hann talaði að það verið cursed mynd. Nei. Það er bara hérna Steindi. Nei, það stendur hérna during the production set eitthvað technical Það dó enginn. and night watchman died. Það stendur bara í framleiðslunni var gæðin sem var að sjá um tæknimálin og nætuvörðurinn á sem var að passa settið og græðunar, þeir dóu. Var ég svo ásáttu þess að mynd líka Og Passion of the Christ? additionally 2 main cast members dóu. Og þú veist þetta var Mesta kjaftaði sem þannig að ein fruma í Það var Jason ekki fruma drepuð ekki, það er eldingin. Já, við skulum bara slaka á. En ég ætla að fara að byrja að pissa sindi af því að ég er búin að hugsa þetta lengi. 80% fólks trúur á kraftaðirk. Já, það finnst mér bara ágætt að gera. Já, Já, ég meina, veist Það verða bara? kraftaverk. Hvernig kraftaverk? Ertu að tala bara núna væri ég til í Candyfloss og loka Nei, það stóð bara miracle. It's a miracle. Já, það er það ekki, erum við ekki þar? Jú, auðvitað. Síðan var Ég trú á þau. Já, Hefur séð kraftaverk? já, það er að Solskjaer sett hann á mótið í bæinn. Það var nett kraftaðirk. 1-0 Já, undir á kraftaverk. 90. mínútu og skoruðum 2. Það er bara maður, bara ekki bolta. Já, Það getur ekki verið kraftaverk. Það var að miracle. Nei, kraftaverk er þegar að Það átti ekki að vera hægt. Það er sem að flokkast undir kraftaðirk. Svo er það síðasta. Ég kann alltaf að lesa þetta. Syngenesphobia er ofsarhæðsla við ættingjaðina. Það er ekki gaman Það að er saman hvað ættingið er það. Það hefði ekki geta verið á tenni með öllum ættingin minn. En ef ég sagði ykkur á frængu myndi ég bara míga og skíti í mig. Já, ég veit ekki hvort þú myndir mig og skipti í þig en þú verður rosalega hrættur. Ég veit ofsaræð. Ég meina,
Það fylgir ekki og mýr og skítir í því sko. En það sem að gerist hjá þér, þú ert rosa Nei, veist, ég fara ofsa hræðslu bara panika. Ég sé bara, maður segir bara sjá bara, tel með frængu bara hana myndi bara skíti í mig. Skilur ég veit ekki hvort þú skítir í þig ég kalla manure á þetta. það er rosalegt að lenda í ofsarhæðslu. Það er bara, þú veist, ef við myndum horfa hérna út og myndum sjá einmitt bara svona eitthvað svona hlaupandi í öfur í kónguló og exorcist dæmi sko. Þetta er svona eins og þegar fólk verður rosalega flughrætt. Já. Það er ofsarhæðsla í vél. Þá myndur þú vera alveg eins og það ef þú myndir hitta ætningja þinn. Já, það er rosalegt. Nú spyrir, hvað er svo að kæfta þér? Sko, þetta er vel gert hjá Þarftu ekki að renni yfir þetta fram. Meðalaldurinn í Portugal að flytja heimann í 34, 27% fólk yfir 20 trúr og jólusinni í Bandaríkjunum. Það eru fleiri svín en manneskjur í Danmörku. Það eru 2 leikara fyrir eldingu við gerð Passion of the Christ. Toyota Corolla er mest seldi bíl allra tíma. 47% af karlmönnum pissa sitjandi. 80% fólks trúur á kraftaðir. Og syngjeansfóbía er ofsarhæðsla við ættingja hérna. Ég ætla að segja þetta sé 47% pissa sindi, af því að það er há prósenta. Gott að sé, ég vist að vera mjög gott fyrir mann sko. Ég ætla að giska á USA 27% fólk trúir á Santa Claus. Það er hárrétt hjá þér. Takk Egill með sigur. Loksins að win. Þú veit eftir há prósenta sem pissa sindi. Já, það er bara nánast annað Gott að glöður á skittilinn, voru hugsa hann. Samt ekki engan sem gera það held ég. Þekki einhvern. Jú, þokkar Þráinsson og Mike. Já, það er fullt að liði byrja þessu. Já, en Steindar þarf að byrja á þessu. FM 95 Blu á FM 957 í samstarfið við Dynout og Loopmynd Mania Merch. FM 957. Það er rétt, það eru Loop og Dynout sem færi ykkur hér FM 95 Blu á FM 957. Minnum einmitt á gjafabrifin frá Dynout og Hér á FM. Já, Virka á tenni líka. á einu stað. Já. En það er allt í sóknum. Það verður konið fleiri staðir. Herru drengir, við erum að fara núna í svalan lið. Við erum að fara í ársins. Já. Og við erum allir sko, við vorum að klára listan. Við erum sammála. Það er einróma ákvörðun með listan. Já, við ætlum ekki að velja mann ásins eins og margir gera. Nei, Við erum með svona nokkra flokka. Herru, að því að þú ert með 13 ára á tökunum. Já. Gæturðu fundið, þú veist, hvað til dæmis Simply the Best eða? Ok, Haft skal það velja svo það, undir, já. skilur við. Svona, þú veist, að því að þetta er best. Besta, þetta er allt lið sem hefur skarað fram úr. Já, simply the best. Og Það er ekki lengi að finna það. nei, það er í kerfinu góða. Já. Og Svona. sko, þetta eru nokkrir, ef við ekki bara velta steini við Já, leiðinni. sko, við höfum valið mann ásins á F95 Blöð, munið ekki, Hjöppi var valið maður ásins hjá okkur einu sinni eftir að hann var seimaður og Já, þeirra eftir á átti svo rosalegt ár eftir Á það. EM. Já, við höfum held í valið nokkur sinni mann Já, ásins. við erum búin að vera henni í 40 ár sko. Við erum ekki með mann ásins í dag, en við erum með alls konar annað. Ef við ekki bara byrja á þessu svona basic, þetta er tónlista maður ásins. Tónlistamæður ásins, já, Og- við vorum með, já, þau eru 2 á lista þar. Já, og kall og svona, kona. svona eiginlega 3. Það er svona einn sko, þetta er eins og við komum inn á, þetta er Prairie Boy Choco Já, sem svona átti svolítið, Íslenska markað. hann átti svakalegt ár sko. Hann mæti bara eins og þruma og er á listum alveg hægri vinstri Came in og with a bang. algjörlega. Það er Laufey Já, að sem sjálfsögðu. er orðin bara eitt stærsti tónlistamæður Íslandsögur. Utan Björk held ég. Já, sko, Kannski, hvað? já, hún er basically á góðri leið með að vera frægast íslenski tónlistamæður bara ever. Það er uppselt allstæðar sem hún er. Og bara hún er tilnæmt til Grammy og Hún er alveg verið spilanir á Spotify líka. rosalegt sko. Og hún er í jazzinu. Hún er með 26,7 million monthly listeners. já, það er rosalegt. Það er hún er alveg að fá dollars frá Já. Spotify. Og ef ekki henda Óla Arnars með sem vekk Grammy líka. Grammy tilnefningun. Hann fær að vera aðna líka. Svo gætu þetta að henda æska sín líka, en það er aldrei veit að Það er þeir hljómsveit. fái mögulega Annars tilnefningu staðar. eftir. Já, það er náttúrulega Ég hljómsveit. veit þeir eru að hlusta, þeir eru núna mjög reyðir sko. Já, nei. Slagið bara ástrákar. Það er hljómsveit ásins. En það Jafnvel er, þið fáið 2 tilnefningar býða þess. já, þeir eru hljómsveit ásins. En svo er það líka sjónvarsþáttur ársins. Já, Og við völdum æskæstar. er það ekki? Já. Mér finnst það mega sens. Fresh shit, skemmtilegt. Geggjaði þáttur. Og 4 hefði mátt vera 6 eða 8. já, eðlilega gera þeir seríu 2. Já. Þetta var helviti vel hérna. Já. Þetta er líka þegar Sóli Holm skrifar og Hennes er að directing, þá er þetta bara örugum með winner. Alveg sama hvað sko, Hannes og Allan hérna á bakvið þetta Já, líka. Alan sko. Elskar Alan. Já. Hörruðum, ég var að fara í íþróttir, drengir. Já. Íþróttamaður ásins. Og við vorum sammála um að þetta væru
Víkingstelpur urðu byggameistarar og komust upp í bestu. Við fórum svona að hugsa leik sem við horfðum allir á einhvern veginn og var svo óvænt. Þeir eru unnu þína stelpur hérna. Þetta var störtlaður leikur. Það var skellur sko. Það var rosalegu leikur sko. Já, við líka skemmtum hérna á uppskýrátiðinni. Sturla. Þannig að Víkingstelpur eru íþróttamaður ársins. Já, viðskiptamaður ársins. Já. Og Egil verki tilvala, þú tilkynni það. Þú ert nú svona viðskipta gúrú þáttarins. Jú, sko, málið er að það kannski ekkit endilega allir sammála okkur hérna því að Guðmundur Fertram búin að vera svolítið viðskiptamaður ársins á flestum stöðum út af Kerecis, en við erum að negla konginu Róbert Westman hann inn og það eru margir að hugsa nú er margir að hugsa vandaðum frýtt kampaðin. Nú klikkaði þetta leifi hann daginn og hvernig getur hann verið viðskiptamaður ársins. Það er út af því að við sjáum fram í tímafélagið. Við horfum fram á við. Við erum ekki að horfa í baksýnspeilin. Eins og markaðurinn gerir. Við erum ekki að horfa í baksýnspeilin. Við erum búin að lesa það að Westman, hann lokar eftir 1. janúar og februar, klárar það og setur sokk í his haters þar. Og þess vegna er hann viðskiptamaður ársins. Það er ekkert annað. Það er ekkert annað. Það er mikið með það. Skemmtikraftur. Það er Vestmannin sé að hlusta. Já, hlusta ekki allir. Hlustar hann. Skemmtikraftur ársins, drengir. Þetta er stór titill. Þetta er risatitill. Og Blöð, viltu tilkynna þetta? Það er Jólahólm, okkar besti maður, Sóli Hólm. Uppselt á 700 sýningar í gamla, hérna í... Það er ekki hægt að mótmæla. Alveg renniandi og hlátri núna. Já, hann er farin ellendis. Bókasík og luxusfrí. Þú veist, þú vilt ekki plúsa saman hann, sko, ekki náður reiknum vel plúsa saman hvað Sóli ranka hérna og þú eru vel reyðir. Það er mikið. Já, og bara sýningin að fá frábæra dóma og ég meina þetta er sko... Já, bara einn besti skemmtikraftur landsins. Þetta er komið til að vera og okkar besta manni. Hann getur bara unni 1 mánuð ári, svo grenja og hlátri alla hérna 11. Já, hann tók langa fæslu á Instagram og sagði bara sjáumst þetta ár. Já. Það er bara þannig. Kongurinn. Herðu, það er klósett ársins. Já. Og það er klósettið á The Bank á Tene. Já. Ég og Rikki Gigirnu báði stað fyrir stað, við höfum komið það inn og þetta er ekkert eðlilega flott. Þetta er gott klósett. Þetta er bara sturlað. Ég var svo stuttur á því að færa bara borðið það inn. Ég get ekki beðið í janúar eftir að landin þessa veistu. Þið verður að kíkja á þetta. Þetta er ógeðslega töff. Já, það er ég peppaður. Þetta verður gaman að klósett ársins. Já. En samt, þú hægði þér ekki í það, ekki heldur Richie. Nei, ég ætlaði bara valla tíma að pissi það. Rosalegt, sko. Það er síðasti titill, drengir. Og það er niðurlæging ársins. Já. Og þetta er svona alltaf, þetta er rosa titill, sko. Alltaf gott að vera niðurlægur um milli. Ég veit það ekki. Tekur bara kassan og heldur áfram með lífið, skilur. Þetta er hálft fyrir alla. Þetta sé svona eins og Denzel sagði með Every man should take a beating once in his life. Auðvitað, lífið er ekki bara sunshine and lollipop, sko. Þetta er bara að fá góða niðurlægur og heldur bara áfram. Og vilt þú taka þetta til? Þetta er sko, það er ímyndslegt svona sem við höfum að velta steinu með félagarnir, en það er líklega þegar Rúrik Gíslason niðurlagi Pétur Jóhann, okkar besta grínstæða, fyrir að það er venjulegum boxer inn á salerni þegar að Sverri Bergmann var að gifta sig og Pétur Jóhann var það vitlaus að sína að hann var í venjulegum boxer við liðin á Rúrik og hann var á milli ykkar og taka þið svolítið út úr þessu. Þú varst þetta líka. Þú og Rúrik væntalega. Þið fáðu þennan titil saman. Væntalega ekki kasta Rúrik undir út úr og þú ert með honum hérna. Þið báður í Versace og hann í einhverju venjulegum boxer. Hann alltaf var setið skammar hann. Ég er venjulegum boxer. En svo að besta er að svo fór hann bara upp á svið og niðurlaði ykkur báða. Já, þetta var bad timing hjá okkur, sko, því að við hefum átt að taka þetta eftir sjóið hans, ekki pre. Já, ég fekk okkur mestar lestur sem ég fengi á aðeins minni þannig að það fór upp á sviðið, sko. Ég held ég bara ekki hleyja mikið, bara jöfnveld var hann fyrir. Ég ætti þetta á kameru þegar hann fór upp á svið og gaf okkur lestur. Þetta er bara fyrir það sem ég hafi verið heyrt, sko. Ég fekk kviðverki bara daginn eftir. Það er nýbúnir að lesa yfir fulláttu manni fyrir að vera bara í venjulegu narjum. Pétur Jóhann er svo langbestur akkurat svona, komið hans í hann og ekki búin að skipulegja neitt sem hann ætlar að segja eins og þarna og bara tala um það sem er að gerast í kringu sig. Svo hann var að tala um bara hérna hvað að vera mikilvægt að sanna sig fyrir tengdafóreldri sínum og bara þegar hann byrjaði að tala um hvað tengdafóreldri hennar Sigrúnar þoldi hann ekki í byrjun. Hann var enn útskýra fyrir þeim að hann væri ekkert bara kominandi til þess að
Þetta er bara langt sinni hlegið svona mikið. Þetta er mjög góð saga. Ég gæti bara ekki sagt það sem ég fatt að leiðu ég að byrja ég get ekki sagt það sem hann sagði. Það er kapalútgáfuna setna mér. Ég var að gefa Pétri kannski bara ég var að gefa honum jafnvel titilinu uppistand ársins bara fyrir Sýning ársins, hann var í brúðkaupi Svessa. Já, það var uppistandi í brúðkaupinu. Þetta var uppistand ársins, hann fengur ekki allir að sjá þetta en við fengum að sjá þetta var líklegast besta. Svo er spurning með fyllibetta ársins sko, það er Thomas Stendos eða Rikki G eða Þráin eða hvernig viljum við gefa það. Það er viktu titil sko. Mækarinn bara gefa eftir fyrst mér. Auða ógeðið alltaf og hafna þeirri. Það eru margir sem komið til greina. Hvað kallar það? Gefa honum það, hann er alltaf á miðböð. Örvar Þór Guðmundsson. Hvað kallar það? Það er álveru hreinrættu íslensk fyllibit. Greiði fólk sem þú þekkir. Þetta er agalegt. Þetta ég er ekki að vera nefnilega leðilug. Það kallar hann allir, þetta konars kallar hann dauðaógeðið sko, ég er ekki búið þetta til sko. Hann kallar sig sjálfur hann. Ok, maður spyr hennu, hvernig fekk hann? Þetta er dauðaógeðið en hvernig ertu? Þannig ég er ekki, og svo fólk vita, ég er ekki búið þetta til sko. Hvernig fekk hann nikni með dauðin? Af því hann drakk Það er þetta helviti góð spurning. Það er pottitur tengt því að hann er búin að fá sér hann er bara búin að kalla þetta það lengi, það er allir búin að gleyma það þannig koncept sko. Viltu gefa honum þetta? Já, eða ekki bara fyllibett ársins, Örvar Þór Guðmundsson eða dauðaruslið kongurinn í, hann gerir góður reglulega, hann safnar cash og gefur fólki cash og samferða, góðgerða samtök, stjórna þeim, góð drengur en góð fyllibetta líka. Já, þá var þetta komið, þetta var ársins hér í FM 95 Blue. Það er ekki bara nokkuð góð listi. Jú, við vorum ekki með mann ársins heldur, það voru bara nokkru titlar. Þetta er álætti á okkur og félagum, ekki? Já, ég myndi aftur næstari. Herra, okkur fannst þetta aðeins og rólegt lag hér til að senda á Driver's License með ég ætla að vera með líka með Teknola, það er fullkomið þarna en það er bara svo það. Já, ég skeiti og svo peppar yfir hinn og þessu ársins. En það er líka eiginlega bara komið að loka með okkur. Klukkan er 5 mínútur í 6. Við erum búin að taka hér síðustu vaktin árinu. Við byrjum hins vegar nýtt ár með miklum látum. 1. jan blökastið með nýjárs bingo. Byrja klukkan 3 í beinni útsendingu á vísir.is og Stöð 2 Vísir. Og við erum með vinninga sem fara yfir 1 milljón. Impressive vinningar. Svo það mæti bara Jóhanna, Sverri Bergmann. Gleimi því þau ætla að taka duett í fyrsta sinn. Verður ekki taka smá recap á vinningunum blöðina. Þetta er 100 áskatt frá Ice Air. Þetta er 135 skona leikjatölva og over er Bose headphone frá Origo. Þetta er 150 skona gjafabref í tattoo frá Gísla Þórsinni á Lifandi List Tattoo Studio. Við erum með árskort í Luxusalinn frá Sambíónum, Úlpa frá 66 gráða norður, gjafabref frá Hótel Kalda, gisting fyrir 2 í eina nótt og með morgunverði og bjórbað fyrir 2, ársbyrðir af Light bjórnum eða Pepsi Max frá Ölgerinni, 100 áskorunur frá Netto í Netto appinu, PS5 Slim 12 frá Senu, fritt fyrir 2 árskort í sporthúsinu, gullkort að verðmæti 260.000. Þetta eru álöru vinningar. Já. Það var líka fleiri bingo en vanlega. Við ætlum að taka alveg, við ætlum alveg að vera í 2-2,5 að spila. Núna liggur okkur ekkert á því það er enginn að kvart yfir að börnum síðan þá vakandi. Þannig að við ætlum að taka fleiri bingo. Bara stillið á okkur á nýjárs og reyna að vinna free shit og hafa gaman nú. Enn og aftur að því að Auður með einu, hann sendir á mig reglulega, minna fólk á það er hægt að sækja spjöldin núna. Og það er inn á fn95blöð.is. Það stundu getur verið trafíkt að allir eru að sækja spjöldin á sama tíma þegar stutt í þetta. Já, þannig að endilega tjekkja á því bara sem fyrst, annars bara þökkum við kjallaði fyrir hlustunum á þessu ári. Vonandi nennið að hlusta á næsta ári og bara takk fyrir okkur enn eitt árið. Já, hvað er það nú með 13, 14, 15 næst? Þegar við erum að fara held ég, verður við ekki 13 á næsta ári? Fermingaveislega fyrir 95 blöð, getur þetta haldið upp á hana? Það er rosalega, taka Philadelphia-lagi. Já, í fermingunni. Þetta er að fólk fermist 14 ára en við erum F97, þannig við erum ekki hugmyndu það. Það er svolítið hannig. Herðu, við eigum eitt lag eftir hér í eitt af lögum ársins. Eru tilbúnir? Já. Þetta lag kom út fyrir mörgum ára síðan en kom á Spotify á þessu ári og það er